sun. This ethereal light that we left will not burn out. While to where we run. In the time that we had, it was worth it to know that this is not the end. It's just a part of the puzzle. The piece found its way to. This is not the end. It's just a split in the pathway of fate. Take a new trail. Góða kvöldið. Velkomin í fyrsta arenastreymi í raun og veru Malver Rivals, sem sagt í búið tölvulistan. Tölvulista deildarinnar réttar að sagt. Þetta er fyrsta í tölvulista deildinni þessi einmitt. Já. Seinastu er einmitt helgamót fyrir 2 vikum einmann rétt. Já, 3. 3 vikum finnst mér líklegra. Já. En já, þetta átt að vera seinustu helgi líka, en það urðu sem sagt einhver vandamál og það var ekkert úr því, en hér eru við. Einmitt, að kikka þetta off Að kikka þetta off almennilega. Þetta er sem sagt önnur umferð og við byrjum hérna á leikjum Kjötun á móti SCO og svo klukkan 8 þá byrjum við á Georg og félagar á móti Bossamenn. Það er kannski líka mjög sniðugt að kynna okkur sjálfa. Einmitt, já, ég er hérna Elvarno og ég er hérna með honum. Ég er Guðbergur, eða þekktur sem Giljagur. Einmitt. Já, við erum náttúrulega meira svona vanir Overwatch-menn, en Marvel Rivals er ekkert það frá brauðin. Nei, þetta tekur mjög mikið hérna, inspiration frá Overwatch einmitt, með helstu mununir eru einmitt third person viewið og team up abilityin, en það er meira og minna bara evolution af Overwatch, myndi ég segja. Já, algjörlega. Já, það var kannski líka mjög sniðugt að kynna sagt, leikmenn liðana. Úr Kjötun þá erum við Bárður Sig, Gúman, Thunderbird, Nonnibonni, B-maður og Rafle 1. Og svo úr SCO erum við með Anduriel, Dúkkan, Blitzet, Georg, Viki, Thunderthorn, Young Marco, Krembaka og Gunnar H.G. Ég veit, SCO, þeir eru með talsvert fyrir leikmenn, 3 yfir fleiri heldur en... Eru 9 í heildina. Þannig að við gætum hugsanlega séð einhver subs frá þeim í kvöld. Sjáum til. Já, þetta er náttúrulega 6-6, eins og gamla formatið í Overwatch, eins og kannski margir þekkja, og margir sem spila þennan leik. Þessi leikur er nú ekki búin að vera úti lengi. Það kom náttúrulega út 7. desember. Ég með, það er að segja 2,5 mánuður ef ég er að segja það rétt. Já. Og það er búið að gerast hellingur í þessum leik. Ég með, það var bara meira sér í gær. Þá var nýr patch, stóri hlutur að gerast, nýtt map, 2 nýjar hetjur. Já. The Thing og Human Torch og ég er mjög spenntur að sjá hvað þessi lið ætla að gera með þessum hetjum upp á það að
þeir komið bara út í gær. Einmitt, þetta er síðan líka þetta balansbreytingar sem gerist líka. Einmitt. Segja, eins og Magneto skjöldurinn fekk lægra duration og Strange fekk minna HP, Hulk fekk minna HP líka. Já. Þetta er fullt af breytingum sem eru komað. Þannig þetta, en stærsta að healer support ultin eru að fara hærra upp í kost, þar sem þessi algengu. Já. Cloak and Dagger, Loki, Inviswoman, Luna Snow og Mantis held ég líka. Já, svo náttúrulega, já, Cloak and Dagger stakkast ekki lengur upp á. Það einmitt stór líka. Það stæðsta breytingin út af því, þú veist, hún gat bara farið fram og tilbaka og það stakkaðist. En núna verður allar Cloak and Dagger hetjur þurfa þá að hugsa betur út í stærra svæði. Dreifa þessu út, Já. frekar að setja þetta á eitt sér stað sem bara stakkar á. En einmitt, þessi tvö lið, það að segja kjötun eru 1-0 meðan SC og eru 0-1. Já. En við fáum reyndar ekki að sjá hver upp á skjáin hjá okkur, hver staða deildarinnar en kjötun eru, náttúrulega eins og sagðir, eru komið 1 sigur og meðan SCO eru með 0. Og þar setur náttúrulega kjötun í 4. sæti og SCO eru þá í 8. sæti. En langar það að segja það með samhengi utan þetta tap, því að þetta var einmitt á móti Næsland sem að margir myndi segja eitt af sterkari liðunum í deildinni. Og þetta eru margir menn sem hafa bæði unnið þessar óvörðsdeildir sem við erum með og líka með bara hættrangt spilarar. Já, Næsland náttúrulega sko eins og margir þekkja og þú veist eins og náttúrulega við komum til Overwatch og þannig, við þekkjum það sem í raun og veru þetta íslenska landsliðið í Overwatch. Og þeir voru einnig með í mótinu í beitaðinu að ég mann rétt. Þá voru þessir einstaklingar líka að keppa og náðu held í topp 8 sæti. Jú, ég held eitthvað svoleiðis. Í MRC náðu mjög langt í season 0 sem kannski fyrir þá sem eru að horfa, veit ekki hvað MRC stendur fyrir, það Marvel Rivals Championship. Og það Ameríka, Evrópa og Asía, þú veist að það bara Asía sér, Evrópa sér og það já, eins og fyrir Evrópu þá geta 2000 lið skráð sig svo lengi sem þau koma upp í ákveðið svo allir þurfa að komast upp í gull 3 rang og vera í faksjóni með 6 og þar að leiðandi geta tekið þátt en já, en eins og Næsland þeir eru, eins og ég veit til allavega helmingina þeim eru topp 500 spilarar. Þannig að það erfitt lið. Þess vegna fannst mér mikilvægt að taka það fram með tapið hjá SCO því þetta ekki tap sem að maður þetta finnst vandræðilegt að sitja uppi með. Nei, einmitt. Út að ég spila sjálfur með liðinu sem heitir Grindavík og við kepptum að móti í þessu helgamóti. Fyrsti leikurinn sem vorum móti. Já. Og þá hétu þeir LA Valiant. Mér varst það þetta ógeðslega fyndið. Og maður bara svona, fyndið við má það? Og þá bara sá maður bara að sumir, þú veist það voru ekki allir sem í Næsland að keppa þá. En maður sá bara þetta maður fann munin á bara liðunum, bara á styrkleika hjá mann. Já, þú veist, Finnsi var að keppa til dæmis í þessu. Og maður bara svona býttu má þetta? hann allt og góður. Til dæmis, ekki dissa en eitt þannig, en hann rosalega góður spilari. En það sem við tölum helgamótið mitt, SCO voru samt einmitt í öðru sæti í þessu helgamóti. Já. Voru einmitt, tóku það ekkert og það var ekkert slæmu leikur sem þeir tóku. Þeir einmitt voru að berjast og ég held að þeir tóku 1 eða 2 möpp yfir þetta. Þannig að þetta ekkert slæm framstæða hjá þeim. Já, einmitt. Já, náttúrulega eins og SCO, þú veist, Anduriel, Blitzert, Georg, Vicky, þetta allt góðu spilarar.
Einmitt. bara rosalega góður spilar. Ef þetta sá Georg sem ég held að þetta sé, þá hann í til dæmis leikmaður Dusty í Overwatch. Einmitt, og ef Gunnar sá sem ég trúi hann sé, þá líka sami og ég var í Dusty. Og margir Dusty leikmenn, ef ég að fara rétt með, þar að segja. Já, Dusty náttúrulega, já, það rétt, við vorum að heyra það frá tæknideildinni. Þið fáið því miður ekki að heyra í þeim, nefnum bara við. Og já, Dusty náttúrulega reigning champs Í Overwatch. í Overwatch. Tökum það fram. Og þessi leikmenn ekkert í raun og veru léttir að taka á móti. En mér skilst að við erum tilbúnir að fara inn í leik. Einmitt. Og ég bara mjög spenntur að sjá, sérstaklega eftir alla breytingarna sem komu í gær, að hvað við eigum eftir að sjá. Hvað hero bands verða og hvað munu præja á að garda líka. Já. Það stór partur af draftinginu líka. Já, það verður víst að vilja helst halda upp ákveði þessu team-ups og svona, sem svolítið must að... Og hérna sjáum við þetta. Við sjáum mitt Thing hovers hjá nokkrum aðeim. En fyrsta bannið. Já, það er Namor. Namor, hann náttúrulega, hann getur verið rosa erfiður. Og það mitt skilinlegt það sem þeir eru með bæði Magic og Spider-Man og Iron Fist hover, en þeir banni mitt Magic frá dúkkunni. Skilst að hann sé ótrúlega góður að þau. En hvað mun kjötun garda? Þeir garda Luna. Já, það margir sem spila Luna. Það margir vilja passa upp á að hún fái að vera í leiknum. Út af hún með eitt af sterkustu support-úldónum í leiknum. Þetta kröftugur karakter, en hvað mun SCO garda? Það spurningin núna. Magneto. Skilniðar, þetta sem gott gard. Hann öflugur. Hetju sem getur bara sett í næstu í hvað kom sem og hann getur gert vel. Já, hann fyrir mitt persónuleiti örugglega þegar kemur á sólotanka þá hann besta pickið. En SCO að banna Jeff. Ég pæli hvort þetta sé bara eitthvað troll pick. Eða ég þekki ekki nákvæmlega hvað spilararnir hjá kjötum vita þannig að spila, þannig að gæti verið að þetta sé taktikal, en þeir banna Thor á móti. Já, mér finnst það Jeff picki ekki alveg þess virði, nema einhver hjá kjötun spilar mjög mikið Jeff. En hann ekki öflugasti supportinn eins og En ef þú ert á móti einum af þessum Jeff spilurum sem spila hann eins og einhvern flanker karakter sem það ótrúlega pirrandi því þeir vita nákvæmlega hvað limitið, en sjáum þessi line-ups. Já, við byrjum sem sagt á Hydra mappi. Við erum á Hell's Haven. Ég ennþá að læra nöfnin utan bókar. Og ef ég klúðra einhverjum nöfnum á möppunum, þá má endilega leiðrétta mig þegar kemur á því. En já, kíkjum hér á. Kjötun runna með dive heavy comp með Spider-Man, Venom og bara Panther. Men SCO... Já, þeir að spila svolítið hybrid. Þeir með Venom, Spider-Man og svo náttúrulega með Magneto. Þeir að hugsa svolítið, við ætlum að dæfa þetta en við þurfum að geta haft solid stað til að komast aftur tilbaka. Þaðan kemur Magneto inn. En við sjáum bæði að runna þessu symbiote kombói með Spider-Man. Þannig að hann núna að fara að geta one-shota squishies ótrúlega einfaldlega með kombóinu sinni. Sjáum hérna, Bartur sig að hoppa og skoppa á kóngulóðmannum. Fer á Moon Knight, tekur hann út! Þetta var einmitt það sem ég var að tala um. En hann síðan tekinn fljótt út á móti. Spider-Man rosalega erfiður að díla við, sérstaklega á hjá leikmönnum sem kunna rosalega vel á hann. Það virkilega rewarded fyrir að setja tíma inn í hann, ég segi. En við sjáum hvernig að SCO taka fyrst punktinn og bara að íta áfram á þá. Og Viki bara að pusha áfram.
frosinn en hann ennþá með swing og skjöld þannig að hann ekki í neinni hættu. Verður að fara að bakka. Kjötun eru að snúa sér í kringum pointið. Thunder hérna á bak... Já, Thunderbird hérna á bakvið að reyna. Og þeir eru að fara á punktinn. Sjáum við að Hulk hérna að lemja supportana. En það bara of mikið á milli hjá þeim. En þeir ná að taka út Kremböku. En Dúkan tekur út Kók tilbaka. Og barðu sig fellur af Young Marco. Þetta ank, að Hulk taka ekki anki út sem fyrst getur verið rosalega dýrkeypt. Þetta það tekur stundum ekki eftir því en það svo mikilvægt að taka þetta út því það bætir bara svo mikið skaða í bara hjá honum. SGO komin með 50% og við sjáum hvernig mappið að færast. Já, ég komst að því daginn að sum möpp náttúrulega breytast og það þá overall 50%. Ekki bara eitt lið þar að koma til því. Við sjáum hvernig að Dúkan nær að... Þetta var rosalegt út. Og það bara banner þarna eftir. En hann að staggera hann, ok. Það var vel spilað hjá Dúkunni. Sjáum þetta 80%. Þetta að fara... Kjötun þurfa núna að fara að spýta í lófana og sjá hvernig geta gert eitthvað. Vardusig með ultið sitt. Getur hann tekið einhver út? Nei, hann tekinn út af Dúkunni sjálfri. Kemur út. Lúna snó últið. Það verið að íta kú. Öll liðin eru að sjáum þetta. Reyna að halda pointinu. B-maður komin yfir á Thing. Ég veit ekki hversu lengi búin að vera Thing en... Sjáum þetta. Tekur út hann af Blitzett. Sjáum þetta. Kemur út síðan núna. Lúna últið hjá Kremböku. Það bara þá Panther og Spiderman. Sjáum núna líka að það Venom. Þetta erfitt að hreinsa því þeir eru bara svo mikið búin í en hægt og rólega taka þeir það út. Andúriel á lokaðanum. Sjáum þetta. Búman mjög low, ekki með neitt skjöld. Þetta hættulegt. Kemur hann út þarna. En hann bara meltaði niður. Þetta ekki gott fyrir Kjötun. Og þeir falla að lokum. SGO taka þetta bara 100 Hörku vel. Hörku vel. 100 á móti 0. Bara Kjötun áttu eiginlega bara engan sens. Svo þeir þurfa að hugsa aðeins út í hvað þau ætla að fara að breyta. Mér sýnist eins og með þessar breytingar að Kjötun eru bara að fara að spila bara sama kompið og komðu með Bucky í staðinn fyrir Panther. Já, en B-maðurinn ætlar að breyta yfir í Thing. Svo það spurning. Og Blitzett líka komin yfir á The Thing, svo að við sjáum hvað þessir leikmenn eru búin að læra mikið á hann karakter. En sjáum til hvernig þetta fer bara þegar maður er komin í út í spánu, því þetta getur bara verið hover til að blitza í manni. En sjáum þetta, Young Marco líka komin yfir á Star-Lord. Já. Já, mér sýnist að Blitzett vera að halda sér á The Thing. Sjáum þetta, Dúkan með eitthvað rólátt hérna, komin langt á undanum. Getur hann fundið Assassinationið á einhvern í bakinu? Maður verður að ná einhvern á supportunum til að... Fer hann inn með Venom, hann með ultið, notar það, tekur út Invisible Woman. En fellur sjálfur á móti Búman á Reed Richardinu. Kemur Nonnibonni. Eins og við einmitt tölum að hann, Cloak and Dagger, hann bjóð til stórt svæði. Ég veit, já. Til staðan fyrir að þjappu svo öllu saman á eitt stað. Sjáum. Kjötun taka punktinn. Þetta var breytingin. Nú eru þeir með 3 af þeim 4 fræknum með Thing, Mr. Fantastic og Invisible Woman. Þá vantar bara Human Torch til að gera þetta fullkomið. En að vera með Invisible Woman í þessu gerir mikið fyrir The Thing og Mr. Fantastic. Það leifir þeim að fá skjöldin þarna. Já. Með tímabunni, en sjáum þetta. Tekin út samt af Blitzett, notaði Clobbering Time.
En SJO, rosalega vel spilað hjá SJO. bara með einu últi. Já. Sterkt, ekkert koma á móti, en Eitt ult er oft meira en nóg. En Kjötun náðu þess að upp í 31% og hérna SJO núna þurfa bara að halda. Eða Saman. bara Kjötun verða samt að ná einhvern veginn að komast aftur á pointið og standa með 4 ult. sjáum þarna. Kjötun er að fara inn, eru að reyna, kemur út últið hjá Invisible Woman og líka Brainiac Bounce hjá Mr. Fantastic. Nær samt ekki neina með því. Nei, Síðan kemur Legendary út í Young Marco. Getur hann náð einhverjum. Þetta bara er svo mikið zoning ult líka. hann náði næstu því kónginum. Sjáum það. Kemur út últið hjá Blitzit, en náði ekki mikið með því. Kemur Thunderbird með Armed and Dangerous. Tekur út 2. Ætlar hann að ná krimpbökunni? Já. Vel spilað. Nær síðan út Vikka líka í lokin. Er hann að leita að einhverju meira? Hann verður þá að fara að nota það bara núna. Jáp, vel tímasett og nei, þau bara biðu. Captured more than half of the mission area. Keep going. Sjáum þetta. Dúkkan er með ult, er hann að fara að geta farið inn og náði einhverjum. Komast aftan að þeim. Þannig eru þeir þarna. Kemur síðan með Östurkistu World frá Broken Dagger. Ítir út, býr til svæðið. Þetta er bara gerða erfitt fyrir þá til að gera eitthvað. Sjáum hana. Stoppaði algjörlega Spiderman últið. Síðan kemur svona últið hjá Luna Snow hjá krimpbökunni. Sjáum þetta. Býr bara til mikið HP fyrir alla. Nú kemur einmitt út últið hjá BM-aðni. Og þeir taka út Young Marco. Kemur svona út últið hjá Bartasig. Nær hann einhverjum, já hann náði krimpböku. Sjáum þetta. Ber á Magga. Það er bara Venom. Lítið. Duriel var tekinn út. Sjáum þetta, Young Marco er með Legendary aftur. Getur hann tekið út? Er að ná Hann er að fullt af pikkum. hreinsa þá upp. En fellur. Blitz og Viki taka samt út B-mann og sigur. Blitz er komin yfir á Dr. Strange fyrir teleporterinn. Komast fyrr, halda pointinum. Einmitt, þar sem þetta TP gerði mjög mikið til einmitt að bara geta komist þannig fljótt tilbaka. Þetta er ótrúlega góður utility galdur. Og bara mjög creative hægt að nota. Já, það er hægt að gera rosalega marga hluti með hennan teleport. Sjáum þetta. Kjötun eru ekki með neina ult, en Andúriel er með duplicationið. Getur notað það á krimpböku hjá sér til að fá það. Eða bara hvert sem er. Við bara sjáum hvað hann gerir með það. En Kjötun verða að ná þessu ef við ætla að taka pointið. Kemur út Luna ulti hjá honum. Það dúkkan nota núna Spiderman-ultið. Getur þeir náð einhverjum. Þeir falla hægt og rólega í Kjötun. En þeir eru búin að íta þeim aðeins. Íta þeim af punktinu. Geta Kjötun tekið á af. Nei, kemur út Legendary hjá Young Marco. Já, en kóngurinn kemur út með en viss vegg. Nær að halda þeim á lífi. Þetta er langur fight. Sjáum þetta, kemur hann inn, B-maður, charger inn. Getur hann náð Vika? Sýnist ekki, hann fer frekar á Blitzet. Fer síðan bara í baklínuna. Já, reyna bara að taka supportana út, en SC9, sýnist mér. Það er þá bara SCO. já, taka fyrsta round. Ég veit, fyrsta roundið. Það er bara í sigur til SCO. Já. Og þetta er náttúrulega eins og margir vita, best of 5, en við sjáum hérna Viki fær grís leiksins. Ég veit, og
En þessi fínustu stattar hérna svona sem er hægt að skoða. En já. Og Debris. Já. Svona. Já, þetta er, Lítur betur út. já, sjáumst við. Það Allir- er betra ef það er verið að sína okkur. Það er betra ef við sjáumst heldur en ekki. Nei, við sjáum þarna að þetta var mjög sterkur leikur hjá SEO, Þeir sýndu fram að þeir gátu gert þetta. Þeir sýndu fram að þetta var hvernig það segja þetta? Bara efnilegu sigur hjá þeim. Já, þeir eru mjög öflugt lið. Kjötun náði einmitt að koma með pínu kompakt þannig í second roundinu. Já, þú veist, Kjötun eru í raun og veru ekki, þú veist, þetta er gott lið, þetta eru allt góðir spilarar. En það vantar bara þennan herslu. Einmitt. Þeir þurfa einmitt að reyna að, sem sagt, finna út hvernig á að stoppa aðalega Viki og dúkkuna á Spider-Man og Venom. Einmitt, en þá byrjum við að pæla, hversu eru þeir að fara að investa þá bans í eitthvað aðra hvora þessum Já, hetjum? ég giska á að Kjötun eru líklegast að fara að banna annarkot af Spider-Man eða Venom. En þá myndu þið þurfa að lífa einmitt Magic Open og þá myndu þið bara garda hann ef þið gera það ekki. Já, það hafa já, einmitt, svo það er mjög mikið þeir þurfa að hugsa eitthvað út í hvað er best að gera. En eins og við sjáum, þú veist, stattanir hjá Kjötun er ekki það slæmir, þú veist, SEO eru bara rétt svo yfir. Einmitt, bara hvað þeir tóku plássið, þeir nýttu það Já. betur. Þú veist, þetta er allt mjög svipað, en þeir, eins og ég segi, Kjötun, þeir verða að fara aðeins að hugsa út í bara svona, hvað er gameplan? Hvað þurfum við að gera til að snúa þessu við? Einmitt, þetta er alveg winnable fyrir þá held ég. Já, En þá held ég að við séum þá bara fljótt að fara samt inn í second roundið. já, farandi allt eftir hvað það er og ég er mjög spenntur að sjá. Mér finnst þessi möpp öll svo skemmtileg. Þú veist, eins og sagði, þessi leikur kom út fyrir 2,5 mánuði síðan. Ég er rosalega investið í þessu leik. Já, Ég er búinn að vera að setja mjög mikið tíma inn í hann leik. ég líka. Ég, Og ég sjálfur, maður kannski sér það ekki oft, en ég spila rosalega mikið Penny. Mér finnst hún getur verið svo kvikindisleg. Mér finnst mjög skemmtilegt að vera þessi gæði bara svona, labba inn í Mines. ég er búinn að vera að streyma um þetta af Penny-spilum að þetta er bara alveg ótrúlega hvað maður getur komist upp með og búið Já. til. Þessi one-shot með mænunum eru Já. ótrúleg. Þú veist, ég svona, er oft bara svona, já, hvernig gerir þetta? Og eitthvað svona þannig og ég er bara svona, já, þetta er Penny Secret. Ég nenni ekki að leyfa öllum að vita þessi leynilegu taktíkir sem ég nota, en væri kannski mjög snautt fyrir þá sem vilja. Penny getur verið með hátt upp í 15 mines út í einu. Ok. Vissirðu það? Nei, ég vissi það ekki. Nei. Hún er, eins og ég segi, hún er kvikindisleg, sko. Hún leynir á sér, sem margir gera sér kannski ekki, bara svona, hún skýtur bara vef og festir eitthvað, og hún bara svona, já, það er bara partur. En hún getur gert miklu meira, en heldur en bara skjóta einhvern mines bara hingað og þangað. Ég að sjáum við bara Penny á takk líka er ótrúlega fyndið. Þú þarf að taka einhver ótrúlega mikil flank, setja upp baseið þetta og síðan setja upp mænin líka og síðan ertu bara að vera bara eitthvað bara pirrandi í bakinu að skjóta bara pjú og Ég lendi í einhverju en ef þeir koma á þig þá ertu með mænin þarna fyrir framan þannig að þeir eru að lappa í gegnum það. Já, ég lendi í einhverju leikum daginn á Spider Islands og valdi Penny Attack og það var eitt supportinn bara svona býtu, hvað? Þau voru að skipta. Þú getur ekki að spila Penny Attack og ég bara, Það virkar. hei, treystu mér. Slátruðu þeim og hann var bara, ég tekið þetta tilbaka. En við erum tilbúinir að fara aftur inn og við förum á Midtown, eitt af nýri möppunum. Þetta er ekki þetta sem kom í byrjun á season 1 og þetta er einmitt þar sem að við erum að fara með Herbie, hjálpar vélmenni þeirra 4 fræknu til Avengers Tower. Þetta mapp finnst mér vera í mjög miklu uppfaldi á mér. Þar sem að New York mikilvægur staður fyrir margar hetjur í Marvel heiminum. Bara svona
bara nafli Marvel Simpsons. Það er bara New York. Bókstaflega mitt, bara gefið út þar. Bara mitt voru þeir sem gáðu þetta út. En við sjáum Namor Band aftur, það er af SEO. Þeir greinlega bara vilja ekki Namor. mitt. Og þau getum banna aftur Magic. Ég smikið erfiður og Venom og Spider-Man komboðu var. Ég held að vil það frekar heldur en að fá dúkkuna á Magic. Myndi ég persónulega halda. Sjáum við, þeir garda þá Mr. Fantastic. Okay. Þau eru með eitthvað plan. Eitthvað Fantastic Four plan líklegast. Og þeir garda Spider-Man. Mér er svona datta í hug að þau myndu passa upp á það. Og banna Invis. Það er sterkur leikur þegar þeir eru búin að garda Mr. Fantastic. Já. Þeir banna sá loka á móti. En já, pælingi mín er hvort á að hugmyndin er að fara að vera að þeir eru að fara að spila Fantastic í bodyguard-rúlinu þar sem að passa upp á baklínuna. Já. Við sjáum núna, Nonni Bonni, hann hefur lokkað inn Sharkin, þannig að það gæti mynd verið að það hafi verið þá strategic í því að hann er þá Sharkplay myndi ég reikna með. Já, Jeff er frekar tiltölulega nýlegur Marvel-karakter. Hann er ekki búinn að vera til það lengi. Ég held að ef mér minnir rétt, þá kom hann fyrst 2016. Það passar. Ég held að hann sé örugglega einn af nýrri karakterunum í leiknum. Ég held að Luna Snow sem við sjáum þarna er nýjasti. Já, ég þekki það ekki alveg, en við sjáum hérna að Kjötun ætla að spila Winter Soldier, Mr. Fantastic, Jeff, The Thing, Magneto og Luna Snow. Sem þetta er mjög svona broly slow comp hjá þeim. Gefur range en líka brawl. Við sjáum hérna SEO, þeir eru held ég með pínu. Já, þarna kemur second supportin. Já, þeir eru að spila mjög svipað og það sem við vorum að spila á það. Aftur mikið dive. Bara tekin út strax. Það Nonni Bonni. Átti ekki sénsana til að byrja með. Kannski verður hann að skipta út eða hvort hann ætlar að halda honum. Við sýnum svona að það halda Jeff. Duriel fer á Búman. Dúkan tekur út Thunderbird og Kong. Hann Dúkan er bara að taka það út en hann er tekinn síðan út af Bart sig. Sjáum við það. Nonni Bonni er bara að híla í bak. Er hann að fara að vera ekki næðin. Verða að fara að komast á pointið. Reyna að stoppa SEO. Sjáum við það. Krémpakkan er bara þarna einn, tekinn síðan út. Og sjáum hann þetta á Bing, bjemaður. Hoppar Mikilvægt það gefur að spamma punchið. Það er ekkert cooldown að það gefur hann bara lítinn skjöld með. Já, en náttúrulega það er hægt build up á því, sem er náttúrulega ákveðið vandamál, svo þú mátt ekki vera að spamma of mikið af því. En í þessum kringumstæðum þar sem þeir eru margir í manni, þá er það held ég það besta. En sjáum hvernig þetta fer. Vikki er að swinga inn, fer síðan á backline, nota síðan ulti sitt. Er hann með síðan einhver leið til að fara út. Eða ætla bara að halda áfram að pressa backline. Já, bara að eldast við supportið. Það eru mjög fáir. Tók einn tankan hjá einmitt Kjötun. Sjáum að það kemur út ultið hjá Winter Soldier. Þá kemur ultið frá bara blitz út á móti. Tekur út Thunderbird og bjemanninn og Gúman. Hann stoppar ekki. Dúkan hendur í út. Og þeir taka fyrsta punktinn. Bárður sig í miklum vandræðum. Og þeir eru bara að pressa á hann þangað til hann deyr. Þessi skjöldur náttúrulega hjálpar voða lítið gegn melee-högum. Einmitt, þetta er projectile skjöldurinn. Þetta er... Já, sami Strange, Dr. Strange, að virkar aðalega bara á móti projectiles, en það er alltaf hægt að lemja í gegnum skildi. Einmitt, en sjáum við að Vikki er að setja upp fyrir dive.
Hann er að leita örugglega að supportin, fer einmitt á support á lúnuna hjá þeim og er bara að fara inn. Covering time. Hjá B-manni, en hann er low og er tekinn þá bara út. Kemur bouncið frá Gúman. Tekur út dúkkuna, en sjá hvernig að En Young Marco notar últið sitt til að halda restin á lífi. sjá, þeir eru bara að halda fram. Últið hjá Luna kemur líka út. Hjá SVO. Sjáum það. Og við þetta, shit, gerðan erfitt þarna með Farnætt. Viki ætla bara ekki að hleypa supportunum inn. Hann er að bara setja pressu á bakgrunina. Thunderbird er að ná fullt af killum og það vantaði rosalítið upp á fyrir SGO að ná að komast alla leið. Eins og það er. Viki er að búið til pressu í bakgrunina en stundu bara er það ekki nóg. Því miður. You Nei. stop them in their tracks. Sjáum þetta. Hvernig eru þeir að fara? SGO eru með 2 ultis, Venom og Hell, og meira kjötin eru bara með Shark-ultið. Það er spurning hvað hann ætlar að... Ég er mjög forvitin með þetta Jeff-út. Hvernig er besta leiðin til að sjá það? Kemur þó út VR Venom frá Vika. Hann bæta bara skjöld, stórnskjöld. Hell kemur út líka. Og er bara að skjóta á þarna í albúndið. Þetta var heldur frá punktinum. Dúkkan líka tók út Gúman. Þetta eru bara að setja allt í bara að taka punktinn og þeir ná hann. They hit a checkpoint. Fyrir mitt leiti þá held ég að kannski Jeff sé kannski ekki málið. Já. Skil hvað þú meinar. En það er bara mitt take á þetta, en við sjáum að kjötin eru komið 3 út, eru að bráðum þetta í 5, meðan SGO hafa ekkert, en eru hins vegar bráðum að fara þetta í 2. Sjáum að þarna nógu mikið skaði hefur gerst á byggingarnar, þannig að það er fara að laga sjálfa sig, sem finnst mér vera mjög skemmtilegt. Að það sé bara, heyrðu, byggingu á nógundanar, svona lemja þeir, þannig að það lægist, þannig að við getum eyðilagt það síðan aftur. Sjáum þetta. Sjáum hvernig að B-maður er að bara hánda á frontlínu hjá þeim og er að fara á, tekur út Kremböku. Ætlar að taka út Young Marco. Hann er mjög low, Og tekinn nær honum. Kemur síðan Gúmaður með bara bounce-ið sitt. Heldur áfram. Hann er svona mjög framalega. Notar skjöldin sinn. Eða volkið. Hann getur komið sér samt hratt tilbaka ef það eru liðsmenn nálægt. Hann færi með skjöld frá því og gefur alveg skjöld. Sjáum hérna. Stop them in their tracks. Young Mark báði supportinni hjá SGO og eru með ulti. Kemur út hjá Vika. Og þeir taka út Nonna. I am ready to put on a show. Ulti á konginum kemur út. Young Marco notar líka úti sitt. Don't give them another inch. Sjá, hann barður sig, tekur samt út Kremböku. Dúkkan er að taka þá. Og hann er að leita að pikkina. En hann er grabbed af... Nær að Hann nær að sleppa. sleppa. Þarna kemur loksins Jeff-útið. En gerði ekkert. Mjög lítið. Er bara tekin út af Blitzet-últinni. 60 seconds left. Af Magneto-últinni. Já. Þeir eru núna bara að falla 1 og 1. Þeir eru held ég bara að fara að taka punktinn hérna. Þessi, Hel Unleashed kemur út hjá þeim. Bara sneitar honum últinu sínu hjá Thunderbird. Og er bara að láta rigna yfir punktinn. Þannig að Viki er bara hérna að taka það og þeir eru að fara að ná punktinum. Já. Með 30 sekúndur eftir á tímanum. Það er ekkert slæmt. Nei, það er bara mjög góður tími. Time to switch things up, including which Svo lengi sem það er ekki overtime þá er það bara mjög góður tími. Einmitt.
You'll need Við sjáum a hérna. top-notch team to win this. Hvað ætla kjötun að gera til að snúa sér við? Sjáum, Nonnibonni tekur hérna Cloak and Dagger frekarinn. Dagger heldur en Jeff sem ég persónulega finnst vera miklu mikilvægra heldur en að hafa tekið Jeff. Þú veist, ég er ekki að segja að Jeff sé slæmur en hann er bara ekki Hann er ekki góður mútið dive. Það Nei, er- og örugglega bara ekkert í svona competitive leikjum að þá er hann kannski ekkert endilega besta pickið. Mögulega ekki. Sjáum hérna kjötun. 30 seconds before you attack. Þeir eru Get núna ready. komnir á Venom Spider-Man kombo líka. Já, Every time I see you, þú verður að reyna, to myself, þetta er as long as líklegast, Spider-Man is still around, kannski finnst þeim það betra að nota það frekar í attack en SEO ætlaði hins vegar að bara halda Venom Spider-Man kombinu og halda bara því sama. Þetta er The battle starts in 5, Þeir, finna baklinn og fara á hana og taka hann út. Já. Það er 2, 1. aðal hugsunum með þetta duo. já, Help get Við sjáum that hana Blitzet vehicle er to hérna its uppi. destination. En þeir eru bara strax að sjá hann. Er hann í hættu? Sýnist ekki, hann bara bakka mjög fljótt. já, bara til að reyna að stoppa kjötun að komast hana upp að aftan að þeim. Bara til sig var sem tekinn út. Sjáum hvernig þetta er einmitt bara Venom út í Venom hérna. Þetta er rosa mikið út allt eitthvað. Þetta er erfitt að bara fylgjast með á þessu leiti. Sérstaklega með það er Venom og Spider-Man í báðum liðum fara svo hratt og langt út öppin. Þetta eru karakter sem að fara mjög langt mjög fljótt. Já, Sjáum við það. Þeir halda áfram, pusha áfram. Mér sýnist að kjötun sé alveg að ná taka út minna fætin hérna, taka út Andúriel. Gemaður heldur bara áfram, en Lúkan er ekki að fara að falla. Nei, hann Svingar bara burt. kemur sér bara burt. Það er bara besta lausnin að koma sér bara, eins og þú segir, hann er Spider-Man, fljótur að koma sér burtu. Hvað ætla B-maðurinn að gera? Ég er að reyna að stoppa þennan Venom, en voða lítið, bara kemst ekkert að halda upp og verður að koma sér tilbaka rétt nætt að fá líf. Rétt nær lifa, en sjáum hvernig að Viki dæfir inn á. Ég get ekki gert mikið móti Viki, en það er Með Venom-últið. ekkert kemur úr Magneto-völdinu. Sjáum þetta hérna. Impact frá Thunder Thor, Nær einum, Thunderbird. en kemur út Luna-völdið á móti. Og Hell-últið er bara að láta dauða rigna að ofan. Sjáum hérna, tekur bara út hægt og rólega Clobbering Time, kemur út en gerir ekkert og tekur síðan út Thunderbird. Þeir eru bara að ekkert bara, getur hann Blitzert kemur með teleporterinn. og þeir ætla að já, þeir ná einmitt að defenda þetta. Sjáum hérna. Defenda þetta og nota teleportin til að komast bara hraðar úr spawn til að geta varist gegn næstu árás. Já, reyna að stoppa baklænið. Út frá Bár sig náði bara Grimflútur. En síðan nær hann að klína upp Andúriel stuttu seinna. En hann er bara counter-divaður af dúkkunni í miðju lofti. Mjög stutt í að ná punktunum. Kjötun. 0,1 meter. Sjáum hvernig Venom við notur úti. Fær risastóran skjöld frá því. Og er bara að halda áfram að kontesta þetta með liðinu sinni. Nær að taka út Luna Snow. Og það eru bæði 2 Cloak and Dagger útís á punktunum. Eitt ykkur liði. Getur fyrir að spýta í lófana. Það eru 30 sekundur eftir. Við lítið eftir en sjáum hérna. Kemur út Venom hjá Gjóman. Og Andúriel fellur en
og Viki er low, hann er ekki með skjöldin sinn eftir 4 sekundur. Nær hann Nei, hann fellur, en Blitzed með ultið, getur hann náð einhverjum? Nei, hann nær ekki Thunderbird, hann er bara fyrir að vera meld. Flott bubla frá B-manninum. Og mér sýnist að Kjötun nær punktunum, sjáum til. Þá er bara SJO að fara að setja upp þá bara á næsta punkt. En hvar munið þið setja upp? Líklegast hérna í brekkunni eins og margir gera við brekkan þetta hot hann á niðri hjá hendinni. Það er svona best staðurinn til að vera á. En mér sýnist að Kjötun er bara að taka það space nú þegar. Bara pressa á það, en svo gerir það erfiðar fyrir það að setja upp og setja. Bæði Venom-ultinn í einu. Gefur ult á dúkkunni, en það er bara að svara með Luna-ultinu. Þetta er bara dansparty í gangi. Enginn að deyja, og nú þegar bæði eru farin, þá kemur kælultið, en þá kemur báði Cloak and Dagger-ultinn líka, sýnist mér. Þetta er... En hann deyr hann Duriel á búið Bartu Sig-ultinu. Nær út, þeir eru að taka út stóran part af SJO í Kjötun. Og þeir ætla bara að halda hann að pusha, setja upp. Viki settur upp samt hana í horninu. Þeir geta ekki síðan þarna utanfrá, þannig þegar þið fara inn, þá getur hann farið á þá. Ætlar hann að bíða til bakgrunni, mér sýnist það. Hann er að hugsa sig um. Þetta er þolinmæði upp á 10. Einmitt, þetta er þolinmæði sem að þarf þegar maður er svona að dæfa. Þú mátt eiginlega ekki vera að fara mitt á frontlæni og vilt. Þannig að pressuna hinn megin, en þeir taka út Kong en taka út dúkkuna móti. En mér sýnist að Kjötun sé bara að falla í sundur núna eftir þetta dæf. Taka út B-mann. Þá er bara Gúman eftir. Hann er low en hann er healaður af Nonna. Þá verður Viki að fara að forða sér. Hann sér hann getur ekki tekið slaginn. En hann hleypur bara burt á vegna. Hann er að leita dæfar inn á Nonnabonna á Cloak. Tekur hann út. Það er enginn Cloak and Dagger þá í næsta fight hjá Kjötun. Kjötun eiga 10 sekundur. Verður að fara virkilega að spýta í lúna. Hann út úr útið, fær risastóran skjöld, en er hann að fara að geta gert eitthvað með hann? Últið kemur út hjá Blitzed, tekur út Thunderbird, en þá kemur Grand Finaleið út hjá Kremböku. Og það er að fara að leyfa bara SJO að klína upp restina af liðinu og ekki hafa neinn ráðgir. Það setur annað stig hjá SJO. Já, staðan 2-0. Mitt. Viki fær aftur grísleiksins. Hann er líka stór hættulegur. Hann er á þessum Venom. Bara hættulegur að dæftangs yfir. Bara almennt, sko. Litið tilbaka á Doomfistin hans. Ég hata Doomfistin hans. Ef ég var að fylgja hann að skilja. Það er bara svona, hann er svo erfiður. Við sjáum hérna skórbortið. Enn og aftur, þá er þetta ekkert það frábrugðið. Þetta er mjög svipaða tölur. Að reyndar, þú veist, já, Kjötun, svona Bárður Sig er með flesti limbs. Og já, þú veist, eins og segi, Kjötun er í raun og vera ekkert að standa sig illa. En bara SJO er einhvern veginn að ná að gera þetta miklu meira sem heild. Einmitt. Það er alveg rétt hjá þér. Og eru að spila miklu meira sem lið. Einmitt, það er einmitt það sem ég langaði til að minnast á, einmitt, að það er drafting og einmitt með bara team coordination. Hvernig að þeir eru meira að því finnst mér hjá SJO í augnablikinu. Og já, eins og segi, það vantar mikið upp á hjá Kjötun. Í augnablikinu, já. Í augnablikinu, þú veist, þið þurfa að breyta virkilega til hvaða gameplanið er. Ef þeir vilja, sem sagt, halda leiknum ennþá gangandi. Einmitt, en SJO þarf náttúrulega bara þetta eina vinnu viðbútt. Einmitt, nú fyrir Kjötun eins og þú sagðir, þeir þurfa að ákveða hvað þeir þurfa að gera til að ná þessu og þá er bara málið,
að gera að duga eða deyja. Það það sem þeir þurfa að gera núna. Eru þeir að fara að geta komið sér saman til að vinna þennan leik núna? Eða þetta að fara að vera bara hreint sópur hjá SJO? Já, náttúrulega, þú veist, ég persónulega trúi alltaf á sópinn. Mér staði alltaf gott svona mat á hvernig þú lítur á hlutina, sko. Þú veist, maður verður alltaf að trúa á sópinn. Þú veist, að hann fari bara upp á loft og kjötun bara algjörlega snúið sér við. Hann alltaf hættulegur, en en hversu líklegur hann? Það það sem maður þarf að vita. Hann ekki, jafnvel þótt hann sé ólíklegur. Hann alltaf þarna. Hann alltaf þarna, já. Þetta svo mikið það núna. Þannig að kjötun þurfa að koma sér saman, ákveða þetta, finna út hvar það sem getur bætt okkur, hvar það sem við erum að lenda illa á móti SJO og hvað getum við gert núna. Þeir að fara að endurhugsa eitthvað með bannin sín? Þeir að fara að hætta að banna Magic á 1? En þeir að fara eða þeir að fara að breyta einhverju? Þeir þurfa að breyta einhverju. En liðin eru tilbúin og við getum haldið áfram þessa samræði með við förum inn. En þeir þurfa að breyta einhverju. Þeir þurfa að hugsa út í hvað þeir ætla að banna. Út af þessi Venom vandamál. Og mér finnst að það ætti að vera líklega bara svona prio-pick. Nema að kjötin séu hrætt að það sé eitthvað annað sem við ekki getum tekið. Hvað? En við fáum hérna þá þennan skjá. Mér sýnist að hann SJO eru mjög vilja að fá að spila Magic. Þeir eru búin að vera að pikka Magic svolítið. Þá kemur Namor. Ég ætla að reikna það með að þeir banna aftur Magic hérna. Það gæti kannski verið að SJO að banna bestu hetjunar hjá kjötun vitandi hverja þar hetjur eru. En ég held líka algjörlega stoppa. Og líka ég held þeir banna einhverlega Namor því að hann svo góður inn í þetta team compian, þetta dive. Já. Góður anti-dive getur tekið gott match up móti Spider-Man og Magic bannið aftur. En hvað munur þeir garda? Það helsta spurningin, myndi ég segja. Og þeir garda Invis moment. Já. Og þá geta þeir líklegast gert á plani sem þeir voru með áðan. Það náttúrulega, þú veist, SJO bönnu Invis og eftir að þeir görduðu, fantastic. Já. En sjá, hvað mun hann gera? Þeir garda aftur Spider-Man. Já. Og banna núna. Hvað það sem þeir eru að banna? Ég að fara að giska á Lúnu. Mögulega. Það mitt take. Þeir eru að reyna að banna eitthvað support. Sjá til. Nei, banna Thing. Já, B-maðurinn náttúrulega búin að vera að standa sér rosa mikið á Thing. Og þau banna Venom. Venom sem við talum. Eins og ég giskaði á. Sjá, þetta kemur út. Út af því að þessi Venom búin að vera rosalega mikið vandamál fyrir kjötun. Og mér sýnist að Viki sé komin svona yfir á Captain Ameríku í staðinn. Sjá svona til. Það gæti þetta bara verið... Nei, þeir eru með Blitzed Thor líka. Þetta komboið. Captain America ef þú hugsar hann sem dæðhetju. Já. Þá hann rosalega pirrandi að vera á móti vegna þess að hann ekkert það frá brauðin Venom upp á það að gera hann komin inn, hann komin út. En málið sem ég langar til að minnast á með Captain America nokkru hlutir. Fyrsta lagi, Eðans færist hraðar en síðan líka annað. Hann fekk fullt af quality of life changes í þessum patch. Já. Þar á meðal að geta hoppað á meðanum með skjöldun uppi. Já. Og að geta haldið áfram að lemja án þess að kasta skildurum eftir henni komið með þarna charge-upið. Og ég forvitin að sjá hvernig þetta að fara að vera hjá þeim. Thunderbird á Storm. Mjög áhugavert pick, en líklegast út af B-maðurinn á Thor. Og SJO tók frekar Magneto yfir Thor. En að sjá hvernig að Viki að fara
gera á kapteininum. When knocked back. Sjáum þetta. Og hann fer bara á baklínuna og bara að reyna að búa til pláss með því að bara draga athygli að sér. Og það svona eiginlega það sem þú vilt vera að gera á kapteininum. Sjáum þetta hérna. Nonni mjög lág, en tekinn. Rétt náði ekki að koma sér burt. Gúman í miklu vandræðum. Og hann tekur hann bara út dragsettur. Vikki bara að taka þá út, sýna þeim réttlæti og hleypur bara áfram. Ætlar örugglega að taka spaceið þarna næst. Og þeir taka bara punktinn mjög fljótt. Vikki að leitast eftir einhverjum á kjötun. Eða kannski reyna að koma sér betur fyrir. Og Blitzed á Magneto og það sem þeir eru með Witch, þá getur hann nota sverðið. Sem gerir rosalega mikið skaða. Leifum henni að farma útrúlega mikið. Sjáum þetta. Vikki fer bara í baklínuna meðan Blitzed heldur áfram að skjóta bara á frontlænu. Blitzed komið með últið sitt. Hún notar það strax. Nær engum. Krembaka kemur með últið sitt. Þá kemur út Magneto últið. Hann fer þá bara beint inn þannig að hann getur ekki tekið hann út. Og Vikki low en þeir bara að pusha á hann. Þeir bara að pusha á hann. Og Kjötun nær bara að þrífa þá upp, rólega. Sjáum þetta. Þetta mjög vel spilað hjá Kjötun. En núna þurfa þeir bara að halda þessu. Vikki fer á baklínuna og hann bara að taka mitt, láta þá horfa á sig, kemur út últið hjá Spiderman. Vikki heldur að hann reypa, hann bara að leita, lemja nonnabanna núna. Bara ef hann neyðir einmitt, hinn support líka. Hendir í Justice. Réttlætið. Tekur úr B-manninn. Og hann bara ætla að hann bara að spánnkampa þau. Hann bara einmitt að hlaupa á þá, láta þá horfa á sig. Þannig að restin af liðinu getur ekki gert eitthvað í restin af liðinu hans. Já, rosalega vel spilað hjá hann Vikki. Payload komst mjög langt bara með það að hann var að hægja svona mikið á þeim. Ekki mikið kemst úr últunni hjá B-mannum en Gúman ekki heldur. Sjáum það, shield hjá Kongi. Sjáum það, að fæta svona mikið fyrir utan það en Gúmarinn í miklum vandræðum en nær að lifa. Blitzed núna fellur. No worries, I've got your back. 2:50 eftir á tímunum fyrir SGO. Það alveg góðu tími alveg. Sjáum þetta. Duriel á einhverju flanki. Ok, hann bara frekar á frontlæni. Sjáum þetta. Dúkkan að fara að geta náða einhverjum. Vikki hann finnur konginn, fer á hann. Hann næsast ekki að kombo hann mikið, en þegar hann fer á hann með Vikka, hann low. 1 HP ná honum, en hann tekin út af B-mannin líka. Þetta frá Jögum Marko. En Bárður sig notar últið á móti. Bæði Cloak and Dagger-rútin í gangi núna. Tekur út Gúman með Magneto-últinu. Það náttúrulega Magneto-últið gleypir í sig Cloak and Dagger-últið. Sjáum þetta. Það bara einn eftir, hann fellur. Hver geta þeir farið á punktinn til að stoppa þetta? Það möguleiki, en þeir þurfa að komast hratt. Vikki bara þarna að gröpa það þarna, fer inn, últaði mitt með dúkkunni. Dúkkan nær 2. En Duriel últaði og náði 2. Með Scarlet Witch. Hún að gera hluti núna. Scarlet Witch últið vera líklegast með þeim erfiðari últum að nota.
vegna sem þú þarft að tímasetja það svo vel. Einmitt, en í þessum patch sem kom í gær, þá fær hún núna 100 skjöld þegar hún nota það, Já, sem gerir það betra að nota. Þá er það meiri líkur að þú getur fengið það af. Og sjá hann. Dúkkan er núna fyrir aftan. Og getur hann farið á einhverja. Kemur út Legendary hjá Thunderbird, tekur út Krembugga bara í instanti. Engin support hjá bara SEO, þannig að þetta er held ég bara ekki fight sem þeir eru að fara að geta unnið. Þá er bara Duriel hann uppi. eftir Anduriel á þessari Scarlet. En hann hefði átt að halda áfram með hana. Ja, hann var tekinn af Gúman. En hann sá samt Spider-Man líka. Ég veit. Þetta var eiginlega... Hefði átt að halda áfram. Sjáum þetta. Marko hendur út, en kóngurinn últar hins vegar á móti. En einmitt, Young Marko últið er bara Tókandakar últið, dugar einmitt lengur. Sjáum þetta. Tekur út Krembuggu með últinu sínu. Já, og það er, Heldur strax fljótt. eins og ég segi, Magneto gleypir í sig Tókandakar útið, chargear útið hans rosalega hratt. Sjáum þetta. Þeir eru bara að halda hérna í spawn, bara á þá, búa til, bara ótrúlega mikið pláss fyrir restan af liðinu til að bara pusha payloadin. Sjáum þetta. Mínúta eftir, Þetta er góð tími sem þeir eru með. rosalega góðu tími sem þau eru á. En Sjáum Kjötun eiga séns að stoppa. Sjáum þetta. Þannig að Dúkkan er að fara eftir einhverju. Blitzer tók út sem nonnabonna. Kemur út, últið hjá Scarlet Witch, tekur út engan, þar sem það var shieldað af honum þarna. Fantastic. Já, fantastic. Já, með þessi skjöldur hér, Skjöldur. þetta beefy útgáfan af honum vera svo mikið bull. Einmitt, hann er... Það er ekkert sem fyrir gegnum þetta, bara ekki neitt. Þetta er líka bara að fyndi hvernig hann er í þessu. Já, en SEO ná alla leið með 29 sekundur eftir tímanum, hellingstími. Þá er bara fyrir þá Kjötun að reyna að pusha, hvort að Já. þeir geti. Nonnibonni ætlar greinilega að hann er með eitthvað plön með hann að Jeff. Ég er mjög Hann er með vision. ég er mjög spenntur að sjá hvað verður út af því. En þá er bara spurning hvenær vision kemur inn í leikinn. Já. Já. Ég held að Vision myndi koma seint og hann myndi örugglega vera mjög leiðilegur karakter að vera á móti þar. Sjáum til. 30 seconds before you attack. Get ready. Ég veit. Hvernig... SEO ætla bara að halda þessu, bara eins og það voru að gera. Það er að segja af hverju að breytið þetta virkar. Einmitt. Krembugga er komin yfir á Loka. Já, Það er helsti munurinn. það er líklegast meira svona defense The battle strategía. Einmitt, hann getur sett upp klónana. 3. En ég held að Kjötun sé að fara að henda í teleportistað. All you need to do is capture Það er að vera með Got it? Mjög líklega. Magneto. Já. Nei, finnst ekki. Þeir ætla bara að... Það ætla bara að hætta þessu og vera með double seal. Einmitt, sjáum þetta. Þeir eru alveg að taka damage, en þeir eru að heala þig. Sjáum þetta. Rikki dævar inn. Hann er half, en hann er healaður af supportinu þínum. Hann fer á nonnabonna, dævar á baklina, en hér síðan bara strax út. Hann er síðan bara tekin út. Þetta er... það er stórt fyrir Kjötun. Það er erfitt að koma sér alveg út stundum á gatninum. En sjáum hérna. Gúman er big og er bara að lemja þá. Þeir eru, en hann er tekin fljótt út samt tilbaka. Það börður nær dúkkunni.
kemur út úr því að blitzið. Hittir engan, en þeir eru eiginlega bara mjög fáir eftir. Þeir taka út Bart sig og Nonni Bonni er einhvers staðar í bak. Hann er með últið, en hann er búinn að vera fundinn af Young Marco. Hann er ólíklega að fara að sleppa. Hann er kannski að plata þau, þannig að hann getur síðan komið náttúrulega heim, Sjáum tekið þetta. út af. Hann er með eitthvað plön. Þetta er mjög áhugavert, en ég sýnist að SJO bara svona, nennum þess ekki. Nennum ekki að díla við þetta. Hann er á flankinu. Er það að fara að borga sig? Það er stóru spurningin. Því nú er liðið hans bara með eitt support. Hann Kemur út í þarna. Náði hann einhverjum Hann náði Magneto. Og tekur hann út sinni mér. Young Marco nær 2, en fellur síðan. Sjáum hérna. En þeir eru bara, en SJO er að íta kjötun tilbaka. Ég held að þetta var kannski ekki endilega það sniðugasta hjá Nonni Bonna á sem Jeff, að vera bara eitthvað fyrir aftan, að gera eitthvað. Einmitt, þetta er karl sem er erfitt að láta virka því að maður þarf einmitt að vera það með healing annars staðar. Vakalegt út frá díamanninum, en gerði því miður bara ekki neitt. En Gúman er að bánsa upp og niður og er að taka þú úr. Það er bara dúkkan eftir sinns mér og Vicky er að fara að hlaupa, en hann er ekki verið að geta touchað. Kjötur ná. Jú, ég tek þetta Strange út tilbaka. Það gerði sitt. Það leit út eins og það gerði ekki neitt. En það bjóð til þess að opnu fyrir að ekki ná punktinum. En sjáum að SJO eru komið með Captain America út og eru að fara þetta í Magneto og stutt í loka út, meðan kjötin hafi ekki neitt. Fyrsta er Magneto og Jeff út. Og hann er low, hann startar sig og hann fellur bara leiðum að tala þetta. Og þeir eru bara að íta þeim hægt og rólega tilbaka í öfninginni. Og hann Vicky er bara á dæfinu hjá þeim. Já, hann er rosalega mikið og nærð, nei, það var að reyna að stoppa að komast á healthpakkan. Já, hann var bara því miður full health hann Vicky, þannig að hann gæti ekki næja þann. Nei. Skrítið að segja, því miður ekki full health. En því miður var hann full health. Já. Já. Hann er búinn fellur, dúkkan fellur síðan stutt eftir á. Bartur sig er einn á hæggröndinu, hann með Gúman. Komið út í sitt. Kemur út, útið. Það er núna, ber bara beint inn. Þannig að hann getur ekki bara... Nær krimbökun ekki. Og hann er bara einn í bak. Sjáum þetta. Þeir eru heldur bara að taka restina af liðinu, bara hægt og rólega núna. Mr. Fantastic er á supportinu þeirra. Nær samt að lifa með shiftinu sínu. Kemur út últið. Nær ekki að skjalda þetta. En Bárður sé komin yfir á höll. Og það gefur við B-manninum betra á Strange. En það er ekki slæmt fyrir þá. Ég kalla það meira svona gammabörst. Einmitt. En sem fekk reynda nerf í patchunum í gerð. Það var meira bara að Hulk er með minna health. En ég held að Strange fekk engar breytingar á sínu. En gæti alveg verið. Nú eru öll últin að koma út. Já. 1 mínútu eftir. Er Nonni að fara að últa hérna. Hann er með það. Gúman komin í big mode. Þetta náði ekki neinum. Kemur slammið. Kemur út assembleið hjá Vicka. Sjáum þetta. Vicky er samt bara einn eftir. Er hann að fara að sleppa? Nei, í miður ekki, en það þýðir mest líklega að kjötun er líklega að fara að ná punktinum. En það er lítið eftir. Eru SJO að fara að contesta? Nei, þau geta það ekki. Kjötun hafa bara 2:50.
til hann á 3. punktinum. 1.50. 1.50, já, fengu 1.59 hashtagið, ekki 2. Skriði. En já. Við sjáum þetta. Kjötun bara að spila mjög brawl núna. Já. Þeir ætla bara virkilega að fara í andlitið á SJO og reyna bara að stoppa til dæmis Rikka og passa það að stúlkan komist ekki að backline og spila mikið þéttar. Og Baldur Sig nær að taka niður fljúandi Scarlet Witch en hann fekk síðan healing. Koma staurarnir frá Loka sem með rosalega mikið healing ágútt. Og líka gera þá immune við damage. Já. Það eiginlega aðalmálið við þetta líka. Og kemur út Hulk Smash hjá Baldur Sig. Tekur út 2, hann að búa til mikið pláss núna. Og hvað? Ætla að nái að grípa eitthvað. Nei. Hann ætlar ekki að taka sénsinn að fara inn og... Þá hann þarna. Baldur á móti Vikka. Og hann fyrir burtan Vikki. 20 sekundir eftir að tímanum. Þeir að bíða eftir restan liðinu. SJO. Kjötin eru með 4 ult. Líka SJO. Ég vil sjá gott Jeff ult. Ég vil... Það lítur ekki til að vera mögulegt. Kemur út Andúril með Töppul frá bara Chaosinu. Baldur Sig núna í bannerform. Örugglega verður að tekið bara mjög fljótt. Ég finnst að SJO ætti að gefa Jeff tækifæri. Tekur út B-manninn bara rétt áður en hann næra unleasha út. Og síðan tekur hann kónginn í miðju lofti með ultinu. Þetta var... bara ekki séns. Nei, þetta búið, viljum ekki... Tók það bara út rækilega í lokinn þarna. Hann Magneto, blitzið á Magneto held ég það 3-0 fyrir SJO. Og Jörg Marko fær grísleiksins á Cloak and Dagger. Þetta var bara rosalega vel spilað. SJO var bara með yfirhöndina. Já, þetta var flest allan leikinn. Já, þetta var samt rosalega vel spilað hjá Kjötun. En náttúrulega eins og við sjáum reyndar Nonnibonni með 29.000 healing á Jeff. Þetta svakalega tölur og eins og áðan, þú veist, tölunar eru allar mjög svipaðar. Það bara hvað þeir eru að gera með tölunar sem aðalmálið, því tölunar geta einmitt verið svona pínu blekkjandi, maður þarf að muna það. Já, þú veist, tölunar segja ekki alla söguna. Einmitt, þetta tölur vinna þér ekki þennan leik. Einmitt, það segja einmitt Captain America, sem við horfum á hann með mikið, ok, það kannski lélegt dæmi núna, en oft þá það ekki ósynlegir starter sem maður með, eins og hversu mikið space maður býr til, það ómögulegt að sjá það í scoreboardinu. Einmitt. Þetta náttúrulega liðsleikur. Ég hef margoft sé leiki og hef alveg spilað leiki þar sem eitt liðið með rosalega lélega tölur og meðan tapliðið með kannski liggur bara 40 kill hver. Já, en undan því að þeir pældu ekkert í objective. Einmitt. Þetta svo mikið að... Þetta snýst ekki kills. Þetta snýst punkti. Kills ger ekki neitt nema að gefa þér space tímabundið. Það gefur þér liðsfjöldan, það gefur ekki sigur af þessu leiti. Þú veist, ef það alltaf einhver 1 eða 2 á pointinum og þú veist að hitliðið bara að drepa alla, eins og lengi eins og það 1 eða 2 á pointinum, það veigar miklu meira heldur en bara ég draf þennan alveg 12 sinnum skilur. Einmitt. Og það segir ekki alla söguna. Það objectivið sem segir alla söguna. Það rétt. En já, þá... Þetta var, SJO á móti Kjötun og þar af leiðandi, ef ég að reikna þetta þá rétt. Bear with me. Þá SJO komin upp í 7. sæti. Okay. Ef ég að reikna þetta rétt. Ég með að skrifa hjá mig fyrst að við erum ekki með þetta og þeir voru SJO voru með -3 og með þessum tölum þá verða þeir komin upp í 0
pointið og þar að leiðandi enda þeir þá í 7. sæti. Ok. Já, ef ég er að reikna þetta rétt út. Ef ég, já. Það er að segja þess að með lítaborðinu það er ekki að sjá þetta nákvæmlega rétt þangað til öll liðin Já. eru búin að spila í því rándi. Það er stóra máli með þetta. Já, ég er bara að segja, 7. sæti miðað við stöðun eftir þannig leik. Já. En við vonandi fáum sjá kannski tölunar í næstu viku. Nei, það var sagt að við myndum hugsanlega sjá það næst. Já, en ekki í kvöld því miður. En Ætlar hreinskriðin, það er betra að sjá þetta þegar svona 2 eða 3 leikir eru komnir. já, eða bara eftir vikuna. Einmitt. Þessi leaderboards, þau skipta ekki það miklu máli fyrir en eftir 2 leiki. Það Já. er mitt take. Því þá er þetta bara þeir sem eru voru að vinna, þeir sem eru voru að tapa. En þá er árið aðeins meira samhengi í þessu þegar maður er komið með 2-3 leiki. Einmitt. En þá er þessi leikur þá bara kominn og óskar bara SJO til hamingju með sigurinn. Einmitt. Og Kjötun stóði sér samt rosalega vel. En það er náttúrulega alltaf hægt að gera betur. Og þá bara komum við aftur hérna klukkan 8. Georg og félagar Á móti bossamenn. Bossamönnum. Og ég mitt var að skoða þetta. Og þetta eru lið sem eru sett saman af fólki sem hefur ekki séð í Overwatch-deildum áður. Þegar ég var að skoða yfir þetta. Nei, ég kannast sjálfur persónulega eiginlega ekkert við þessu liði. Einmitt. En En við alltaf gaman að sjá, Tölum betur um það bara á eftir, áður en við förum í þann leik. Já. Held ég. þá bara segjum við bara takk í bili, við förum í auglýsingar til 8. Og við sjáumst þá, klukkan 8. Wait, is he switching lanes?
trouble, you were looking alright. Every time you said a word, I was staring at your lips. I don't think I've ever been so close to a love like this. I never met someone like you. I never felt this way, ooh. We love
time that you don't. You leave me waiting all alone. Breaking words you said in fear. Promises that felt like tears. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. Fighting battles we can't win. Can't you see the mess we're in? Choking up on every sin. Your promises don't mean a thing. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you. And when I'm waiting all alone, I need you to take me home. Promises like broken bones. I've been holding on to you.
kvöldið aftur. Velkomin. Við erum þá bara mætt hérna núna fyrir leik Georga félag á móti Bossamönnum. Já. Hversu miklu vandræðum ætlum við myndum lenda í ef við myndum syngja Georgum félagalagið? Ólíklega ekki miklum, en ekki frá neinum, kannski frá aðdáendum sem vilja ekki heyra okkur syngja. Já, kannski. Ég er búinn að vera gæla við það að fara, alltaf þegar ég segi Georgum félagar, hann langar mig til að halda áfram Já. með lagið, en maður verður víst að stoppa sig. En já, þetta verður mjög spennandi leikur vegna þess að við erum að sjá spilara sem við kunnumst allavega persónulega séð ekkert mikið við. Við höfum ekki séð allavega spila í Overwatch sem það er Nei. sem ég tók eftir helst. En þú hins vegar hefur keppt við Bossamenn. Þú Já. varst í seinasta leiknum þeirra á móti í Grindavík. Já, Ja. keftum móti bossamönnum. Sem að þú tókst eftir einmitt í þeim leik því þeir unnu ykkur einmitt þar. Já, unn okkur 3-0. Og þarna, þeir eru sterkir. Þeir eru öflugir. Og Jæja. maður svona, ég veit ekki hvort þetta sé bara svona, já, ég er búinn að vera að þessu í svona tíma. Þetta er einhver nýtlið. Þetta eru easy. Einmitt. Eitthvað Það svona, er- þannig. Og svo bara svona, fóru á móti og bara svona, wow. Þetta eru gæjar sem bara svona eru ekkit. Þetta er svo mikill bara svona hrein mynd. Maður hefur enga hugmynd hvað maður er að fara inn í. Nei, einmitt. Og það, Og- þú veist, eins og með leikinn á þann, þú veist, Overwatch-spilarar. Einmitt, maður hafði svona grófa maður hugmynd. hefur svona grófa hugmynd á hvernig Hvernig þeir fara yfir, hverja þeir myndu þeir spila. spila og hvernig þeir spila Einmitt. saman. En með nýja spilara sem þú hefur aldrei kynst aður og svona, þú veist, ekkert. Ég er að fara eiginlega bara þó nokkuð blindur inn í því. Ég veit bara nöfnin á þeim og það er að eina. Já, ég veit ekkert með Georg og félagar, en ég veit núna allavega hvernig bossamenn eru. Einmitt. Ég veit hvernig þeir spila og hvernig þeir spila saman. En við varum kannski líka mjög sniðugt að fara yfir hverjir eru í liðum og í Georg og félögum. Við erum með Goggis, Primal Complex, Raxion, Atheno, Vreyr og Skrollarinn. Og svo í bossamönnum er Abavilli, Davisutor, ef ég á eftir að klúðra því, þá klúðraði ég Einmitt, ef þú ert- velveringar á því. Lasagno. Einmitt, Lasagno. Já, ég ætla er það að lasagna í? Jó. já, ég ætla að skjóta á lasagno. Það, Já, einmitt. það- Ef þú ert þarna lasagna, Þess að hlusta- endilega senda okkur skilaboð og við skulum sjá hvað við getum. Já, lasagno. Já, lasagna. Já. Réttu það. Það er rétt hjá mér. Vá, hvað ég er góður. Skóarbjörn og Jón Birtor Já. og Pöggli. Og Pöggli. Þetta verður eitthvað mjög skemmtilegt og hérna, þetta eru bæði lið sem eru með 1 sigur. Einmitt. Og eins og ég sagði, seinast vann unnu Bossamenn gegn á móti Grindavík sem að við vorum að tala um rétt á þann. En Georga félagar unnu einmitt á móti Hrottunum. Sem er nýtt lið. Einmitt, nýtt lið og það kom ekki í skjálinn, þannig að ég var að hissa því. Nei, þeir nafnið. komu seint inn í skjalið út að Google var með eitthvað svaka vesen og fyrst voru þetta bara einhver bara örfálið. Það voru ekki svona mörg lið. Nú veist, það eru 10 lið núna en það vantaði samt alveg fullt Einmitt, í þetta. það var bara áhugavert að fylgjast með bara hvernig að það bara bæktist alltaf í lið og liðum. Að byrjaði á 5 liðum, síðan ábyrðið það eru 6 liðum núna. 8, Já, 7, 8, 9. Maður átti ekki vona þessu en Nei. skemmtilegt að sjá það einmitt koma. Já, þú veist, átti náttúrulega upprunalega að vera bara, þú veist, átti að vera 2 leikir á viku. En núna þar sem hefur komið 10 lið, þá var bara svona, við ætlum að breyta þessu. Það verður núna þá 5 vikur. Og Plús úrslitavikan. já, þú veist, já, ég er ekki að telja hana með, sko. Ok, Og þá taka bara allir 2 leiki á viku og það er, 1 leik held ég á viku. nú, Ég held að sé búið að færa. eru þeir að gera það frekar? Já, Það miklu breytingar að vera að ég tók eftir þessu. já, Fræðilegt. þeir sem eru inn á Marvel Rivals Discord-serverinum, þá er þetta allt í tilkynningum. Maður verður bara að fylgjast með. Auðvelt að fara oft framhjá. Einmitt. En þetta stendur allt annað, sko. Og það fór mjög mikið tal um það. Það er inn á.
En já, vitum ekkert náttúrulega hver staðan á þeim eru en hérna þá ætlum við að reyna að halda áfram að tala. Er ég samt líka rosa forritin með það hvað af, ég veit að bossamenn eru með sitt eigið faction, nú, ok, að hvort að þeir sé að fara að taka þátt í MRC einmitt, og bara svona almennt hvaða lið sem er að keppa í töluliðsdeildinni eru að fara að keppa í MRC. einmitt, en við erum að fá orð að liðin eru tilbúin. Já. Og ég er bara spenntur að sjá hvaða mapp við erum að fara að lenda á, því við erum búin að vera að sjá fjölbreytt. Já, í dag. og já, mappin eru náttúrulega random. Og það er Hall of Dvalia. Þetta er mitt fínt mapp. Fyrsti punkturinn er mjög defender favored. Já, þannig er það. Mínum að en restin er mjög even. Það er að segja payload parturinn. Já, og það er, þú veist, náttúrulega rosa þröngigangar sem þú þarft að komast að og þú veist, þú veist, meinið, það er svo lokað. Einmitt, og síðan líka bara high-groundið sem að defenders eru með, en sjáum hérna. Það er Jeff Hoverið hjá tveimur í Já, bossamenn eru að banna Spiderman og svo er Georg og allavega frá að banna Helu. Þannig að þetta er, já, bossamenn eru þá rauðir, tökum það fram. Já. Og meðan að Georg félagar eru bláir. Það ætla að Groot. passa upp á Groot Passaður. Okay. og þau ætla að passa upp á Namor. Ég get sagt að bossamenn eru með mjög góða Groot-spilara. Svo það getur verið kannski svolítið, ég veit ekkert hvernig Georg og félagar eru, en ég veit að bossamenn eru með góða Groot-spilara. Þetta er mikið í anti-dive sem að bossamenn eru að defenda núna. Já. Og að gæti alveg verið gott því að við sjáum að Atheno Og banna Bruce. Bara Bruce, áhugavert. Eins og ég myndi segja, Atheno er að hovera með Magic, þannig það gæti verið partur af ástæðinu af hverju þeir eru að kíktu eitthvað á prófælana, skoðu þetta, sáu Right here could make all the Magic, skástrík flankspilara. Já. Þeir bara fóru all in á anti-dive. Já, og Georg banna Penny. Og ég veit allavega líka að fyrir víst að bossamenn eru með mjög góðan Penny-spilara. Okay. Það er allavega mínar upplýsingar sem ég get sagt að ég hafi munað eftir fyrir bossamenn. En mjög áhugavert. En við sjáum hérna einmitt, þeir eru með Namorin á Lasagno. En þeir eru defenduðan, þá er bara að bíða eftir attackinu. Sjáum hérna. Við erum með in 30 seconds. Stay strong. já, Skrollen og Raxion eru á Invisible Woman og Luna, Atheno og Goggis á Namor og Magic. Síðan erum við með Primal Complex og Vreyr á Groot og Magneto. Mikil svona angurs í þeim liðin þá. Geta spila mikið á range, þetta lið, síðan er Atheno örugglega að fara að taka út einn og einn í baklínuna með hann. Já. En bossamenn á attackinu eru með þó nokkuð svipað, þannig að þetta er að fara að vera pók á móti pók, myndi ég segja. Og einu munurinn er þessi Winter Soldier. Já. Groot er með þessu veggi sem er hægt að nota til að ferðast mappið með. Já. En einnig til að loka. Já, og náttúrulega koma væns út úr veikjunum til að bæta í skaðan. Sjáum við þá er bossamenn að fara hérna upp á high-groundið, allir saman. Og eru þeir bara sjáum við það. Þú sjáum við bara hvernig veggurinn er að gera damage sem við þarna. Já. Og Primal er einmitt að nota veggina rosalega vel, setja oft fyrir ofan þá. hann er að vera pínu pushed niður, en veggurinn þarna gefur hann pínu svigrum til að fara upp og niður. En þarna fer hann. Hann byggir bara hann banna. Sjáum við, þeir eru bara að halda hann þarna uppi. Hann er með ult. Mun hann sem nota það, kemur út Us Against the World frá Apavilla. Og þeir bara fara á punktinn, dreifa út stríkunum á punktinn. Og þá bara koma út ultinn frá bossamönnum og þeir taka þá út. Einn af einum og taka bara punktinn. Það var mjög fljótt og hratt hjá bossamönnum.
eru komin á 2:30, 5 mínútur komna í heildartíma eftir að sækja pointi. Bossamenn spiluðu þetta rosalega vel. Einmitt, það gerðist ekkert en síðan gerðist allt. Já. Sáum það. Þeir bara biðu eftir þangað til þeir voru komið út, notuðu þau. Og spiluðu í kringum þau. Já. Bara vel spilað að þeim. Og En Georg hins vegar hafa notað ekkert á últunum sínum sem komið inn í betri stöðu. Og bossamenn, kíkjum að þeir eru næstum því með Namor-ulti líka, þannig að geta komboðað það með Groot-ultinu sem er að fara að koma út örugglega á bráðum. En Georg, eins og segir, þeir eru með, þannig kemur Groot-ulti ekki þeim og þannig kemur Namor-ulti á þeim, en það gerist ekki neitt því að það var bara shieldað síns með. Nei, skóabjörnin var að últa, notaði Luna-ult. Já. Þannig kemur þann Groot-ultið, co-op time, shield up, allt að koma. Og mynd, Athino á Magic í Darkchild forminu. Þetta er mynd karakter sem við fengum ekki að sjá áðan því hann var bara alltaf permabannaður. Já. Abavili með últið sitt aftur, mjög fljótt fengið. Það er að segja, þrátt fyrir að það var nerfað bara hversu mikið þú þarf til að byggja þið upp, þá er hann samt að fá það mjög hratt. Já. Og kemur út, tekur út báða supportana og er núna bara að fara. Það er risastórt og er að fá bara aftur. Hann er að þrífa upp með þessum bara Winter Soldier ultíum. Já, Kraken Impact er nefnilega stór hættulegt nota rétt. Þetta er bara sem leið og einn Dominos-kuppur fellur niður þá byrja þeir ofta að falla allir. Það mætti líka við það. En við sjáum hérna, þeir sjáum bara hérna líka hversu gott það er á Grootinum að bara taka spaceið með því að setja niður vegginn. Sjáum þetta. Primal fellur og þeir þurfa eiginlega að resetta. Þeir eru bara að vera valtað yfir þá, gínu núna. Þú eru hreinskilinn. Georg félag er í miklum vandræðum. Sjáum að Athino er komin yfir á Iron Fistin en er ekki að gera mikið í augnablikinu. Georg félag eru með 5 últs tilbúin, en bossamenn bara með 2 bráðum næstu í fullt hús. Eru Georg að fara að púla upp í þetta Namor Groot-ult kombo? Nei, það kemur út Magneto-ultið, fer á Magicina hjá Georgi. Annað Magneto-ult. Goggis nær Winter Soldier í gegnum þetta og einnig Lúnu. Þetta er bara mjög Ótrúlega mikið að gerast, mikið af ultum í gangi en mér sýnist að bossamenn séu bara hreinsaðu upp núna og eru að fara að taka punktinn. Það kemur Athino, nær að lemja þá aðeins, heldur aðeins, en það er bara ekki nóg. Og skóarrollarinn fellur niður fljótt líka, kemur út. Goggis eitthvað að reyna að stoppa Á Black Panther en það bara er ekki nóg. Þeir eru bara að trykla inn hægt og rólega. Eru þeir bara geta haldið eitthvað? Já, eru bara að ólíklega. reyna að taka Falla þarna, í maðurinn. gefur annað Kraken Impact. Bara Iron Fist eftir, hann er tekin út. Og þarna ná bossamenn punktinum. Þetta var bara mjög vel spilað hjá bossamönnum. Payload stoppaði ekkert. Einmitt, þeir voru bara í... Þeir sáu tækifæri, þeir tóku það og það fór aldrei restina af leiknum. Nei, það fór ekkert úrskeiðist hjá bossamönnum. Einmitt. Ekki neitt. Þetta var hörkuvel spilið hjá þeim. Og bara mitt. Já, ég væri til í að sjá eitthvað meira frá Georg og félögum. Ég hef fulla trú á því að þeir geta gert betur. Einmitt, þetta er... Þá þurfa þeir bara að finna að hvað er vandamálið Einmitt. og hvernig lögum við það. Við sjáum svo núna eru þeir á attack þannig að, og við sjáum þeir púla út Rocket, Punisher og Winter Soldier. Þetta er ótrúlega high damage combo. Já, Því að hann getur sett niður Infinite Ammo. Infinite Ammo og Speed Boost líka fyrir Fire Rate Boost líka. Já. Glemma því. Sem leyfir Punisher og Winter Soldier að melta tanks. Einmitt. Og það er eitthvað sem að bossamenn, þetta er bæðið frá að melta tanks en líka grútveggina. Það myndi því.
Það er bara spurning, fyrst að þeir eru að taka Doctor Strange og hérna sjáum við eitthvað mjög skemmtilegt á einhverju tungumáli. Einhverju Wakanda tungumáli myndi ég gíska á, en þeir eru með Doctor Strange. Að sjáum við teleport. Sjáum hérna hjá Primal, hann að opna portal Teleport. og sjáum hvert munið fara. Líklega hérna uppi á highgroundið fyrir aftan. Þetta algengur stöð til að fara. Þetta algengasti portalstaðurinn til að fara á. Því þetta snýr mappinu svo mikið við. Þetta Reyna að koma Punishinum á high groundi. og þarna með Infinite Ammoið. Hann að fara að fá eitthvað value úr þessu? Og þeir eiginlega bara mjög alveg næra pullan og bara algjörlega stútar honum. Sjáum hérna. Það er Georg og félagar að gera, en Punisherinn kom aftur tilbaka, hann var út BRB. Sjáum hérna. Þeir eru bara að reyna að ýta þeim burt af þessu hægrandi. Taka það aftur. Og þeir eru eiginlega pínu fast. Vandamáli við þeim með það að setja sportulegana að maður verður pínu fastur þarna. Já. Ef þetta virkar ekki. Georg og félagar þurfa að fara aðeins að spinna þetta út betur, hvernig þetta að... Þannig þetta, hann nær út skógarbirni og bara að reyna að þeim, en þarna aftur. Núna kemur út amplifierinn hjá Rocket og hann bara að sjokka hana niður grútinn. Hann að fara að ná honum? Já, hann nær honum þannig rétt áður en hann kemst í Cloak and Dagger úr stíð. Þeim Kraken impactið. Fer beint á Punisher og tekur hann úr últinu sínu. Og bara... En munu Georg félagar ná þessu. Hann nær að cancela últinu hjá Strange með pullinu. Hann ætlar ekki að láta Strange-in stoppa þetta killstreak, en þá kemur hún út grút með Luna-últið og þeir eru að þetta þá erfitt fyrir þá að þetta kemur Reyr með Magneto. Hann að fara að hitta einhvern? Nei, hann nær því ekki. Og þarna kemur einmitt aftur Strange-últið og boss Georg og félagar hafa einmitt bara náð punktunum. Það var mjög flott hjá honum Primal með þetta Strange-út, hann náði hellinga þeim. Einmitt, og síðan var þetta últ hjá Rax síðan pínu, var þetta eftir að hann dreipið einhvern eða? Ja, þetta var bara steinasta. Ok. Georg og félagar En já, þeir eru ekki sérlega með góða útstöðu eins og meðan bossamenn eru af þetta í 3. Með 1 tilbúið, þetta í 3. Mjög stutt í Grútulti og Luna, Cloak and Dagger og ekki langt í Winter Soldier, en Joan Byrtor, hann fellur þannig að þeir eru manni yfir í Georg félagar og hann nær ekki að stela Grútunum. Hann náði að tóða hann til sín, en hann náði ekki að koma lengra tilbaka. Einmitt. Sjáum við það. Þeir ná Grútultinu, það síðan kemur út damage boostið frá Atheno. Davis út í bakinu að skjóta. Hann með Kraken Impact. Hann að fara að nota. Hann fer á Cloak and Daggerinn. Hann nær þeim. Fer síðan á hinn Winter Soldierinn. Hann low, 25 AP. Hann steig. Sýnist Georg og félag vera bara að pusha þeim áfram. Og ná bara mjög seinni pointunum bara rosalega vel. Hann var 4 og 10 eftir á tímanum. Sjáum hvort ég geta haldið þessu momentumi áfram og hvort ég geta bætt tíman. Þetta bara í Georg og félögum að ná þessu núna. Þeir eru með Magneto-ult og Winter Soldier-ult. Á meðan að bossamenn eru bara með Luna. Og þeir eru núna komin með 4 ult í Georg. En þetta fyrir að vera alveg hættuleg stað sem að þeir eru að fara í bossamennum eru að fara að vera í Georg. En bossamenn eru með Luna-ult. Þeir eru ekki langt í Cloak and Dagger sem núna. Það spurning. Þetta núna sem það fara að vera... Bossamenn ætla að gera til að stoppa. Sjáum til. En síðan líka þetta mikið bara staðsetningu
rocket beaconsins fyrir þá Punisher og Winter Soldier og sjáum að Primal með ulti en hann fellur að vera að nota það og þannig koma út bæði hústin hjá Rocket. Það verið að últa hægri vinstri. Kemur út Davisdor. Tekur út Cloak and Dagger, fer síðan á Magneto. Magneto low og hann nær honum. Þetta er stórhættulegt últi. Bara það byrjar að heldur áfram. Það er stórhættulegur á þessum Bucky. Þetta en já. Bossamenn með Dr. Strange ult en að styttast í Magneto ult meðan Georg og félagar líka með 2 ult með Cloak and Dagger ultið sitt og með Punisher ult. Þau eru svolítið ekki að með neinn önnur ulti en það næsta fætt. Sjáum það. Hann nær að taka út Winter Soldier. Hann Gjogis. Og hann bara að maður sér eiginlega bara laserinn sem kemur þegar maður með þetta rocket boost. Þetta gróft. Hann bara að free fire því að liðið hans að búa til það mikið space. Hann notar ultið sitt og hann ætti eiginlega bara að skjóta hennar Magneto og taka út þetta. Það einn eftir hana. Þeir að fara að ná þessu. Það bara núna eftir. Já, þeir ná þessu. Við erum að fara í round 3. Fyrsta round 3 kvöldsins. Það ekki oft maður. Líka á þessum escort-möppum þá erfitt að komast í þetta, finnst mér. Þetta já, bara annarkvort. Þetta ekki algengt. Nei, maður sér þetta alveg en maður sér þetta alveg en flestum tilfellum þá gerist þetta ekki. Tala kannski svona 70-30. Það örugglega góð svona gott hlutfall. En við sjáum hérna. Þá eru hvorir á takk, sjáum við það. Ég að giska, ég held að Georg séu um þetta á að takk fyrst þegar við vorum með minni tíma. Já. Og mér sýnist að þeir eru bara run it back. Sama við vorum með. Þeir bara það virkaði. Það virkaði. Þeir ætla örugglega að þá bara aftur Strange portal í back og reyna það sama. En nú eru bossamenn þá reiðubúnir fyrir því. Já, vita ef þið ætla að fara í hendi Strange portal að þá þarf Primal Complex að setja portalið hvert annað til að koma þeim ennþá meira að óvörum. En hvar annars stað myndum að portala? Það þá spurningin frekar. 3, 2, 1. En sjáum hérna og nei, þeir eru ekki að portala. Þeir ætla kannski að býða með portalið það geti verið upp á það ef það gengur ekkert upp. Bara svona, þetta verður bara svona last minute reserve. Þá þetta bara alveg pínu mindgame því þeir settum þetta alveg aftarlega hjá bossamennum sýnist mér. En þeir eru aftur að fara en nú eru þeir að taka spil úr bók bossamanna að fara upp hérna megin. Sjáum hérna. Stanjó bara að kasta spjótum. Við sjáum hvernig að það sem búið að eyðileggja brúna þá damage á punktinu. Það hann ekki mikið stað, þá þarf hann að koma sér einhvern öðruvísi fyrir. En Raxion nær Pugli. Þannig þeir eru núna tankil niðri. Það Vissador kemur síðan út bara damage píkunni hjá Atheno. Þetta bara En núna með Cloak and Dagger últið þannig, þá þetta erfitt að fara í gegnum það. Ég bara þótt að þú sért með damage buffið, en hann gerði það. Rapavilla og Skóabjörn. Goggis bara, var hann að shotgunna, mér sýnist það. Já, það einu sem. Þetta shotgun hjá Punisher stórhættulegt. Þetta þarna portalið. Kemur út. Og kemur bæði bara impact frá báðum Winter Soldierum. En við sjáum, portalið var góð hugmynd, en hún var bara ekki svo góða rétt í þessari stöðu. Nei. Hefðu kannski átt að setja portalið ofar. Þetta var eiginlega bara of neðarlega. Já. En nú eru Georg og félagar í overtime á payloadinu, þannig að þeir geta ekki farið af honum. Þeir eru bara allir að pusha og við sjáum hvernig að Raxion stelur bara Magneto, en
þar sem hann gæti bara skilda sig og bara bubbla sig sjálfan, þá tók hann ekki það mikið damage, en Skógarbjörn kemur í Luna-ultið. Goggis, hann er með ultið, er hann að fara að nota, hann er Hann með, er að fara að býða líklegast. sér með þetta, þessi kombos, Hann er stórhættulegur. shotgunnið heldur ekki, bara allir falla fyrir shottíinu. Shotgun og infinite ammo. Þetta er Og stórhættulegt. fire rate boostið, má ekki gleyma því. Það er, stórhættulegt. og hann er bara að setja turretið á punktinum, þetta er pirate ship pínu. Já, Sjáum þetta. með náttúrulega double shield. Passa upp á hann. Þarna fer hann niður. Hann er með Judge, Jury, Executioner. Og kemur Rocket Takk útið. út samt, takk út Winter. Þetta er rugl, þessi Punisher í þessu second round adaptioni hjá þeim var ótrúlega gott fyrir þá. Því ert að sjá bara, og þarna fellur hann. En þau ná samt punktinum. Einmitt, þeir ná á bara þriðja punktinn, Davisador, þeir eru í klókulti, sem mér. Þann er að reyna að púla það bara af punktinum. Það er ótrúlega lítið eftir, þeir eru bara 2 tankar og Cloak and Dagger og Rocket, þannig að þeir falla. Halda punktinum. Þeir eru að halda hann að pusha, það er bara Cloak and Dagger í bakinu. Síðan er Rocket fyrir framann. Og mér sýnist að bossamenn séu konum með Rocket líka til einmitt að sjá hvernig getur farið í sama, en þeir eru ekki með þeir eru konum að triple support núna með Rocket Já. og þeir eru konum að Storm, en Það er mjög áhugaverð. verðkennilegt því að það er einn Punisher sem er málið og hann getur alveg bara skotið hann niður úr. Ég held að Storminn sé meira fyrir damage pool. Það er rétt, líklega. Tekur síðan út Lasagno. Eru þeir að fara að ná alla leið? Þetta er... Ok, og hann, Raxion, er með ulti, fer á baklínuna, nær engum, sýnist mér. Jú, hann náði impactinu, hann bara náði ekki killi. Einmitt, það sem ég meinti frekar. Davisador er að... Goggi spellur, Ayavagamóti kemur út hjá Primal, taka út Davisador. Þeir eru fáir eftir þarna. Kemur út fyrir Magneto-ið, hittir Cloak and Dagger, tekur út bara púlana sem hún setur niður og þeir eru bara 3 eftir. Kemur út skjöldurinn hjá Invisible Woman og þeir eru ekki að fara að deyja þarna þá í bossamenn. Kemur þá út ultið hjá Storm. Kemur út frá Punisher. Fer á Punisherinn, búblan kemur, bjargar honum feitt og hann heldur áfram að skjóta niður. Þeir ná punktinum! Vá, nei, þetta var rosalega vel. Þetta var hörku spennandi, Georg og félagar. Þeir félaguðust yfir þá þarna, þetta var ótrúlegt. Nei, þetta var gott round. Þetta fer í uppáhaldslistan minn hérna yfir góð round sem er fyrir rivals. En þá er spurningin, hvað ætla bossamenn að gera? Það er málið, þeir eru búin að sína fram þessi... Staðan 6-3. Þetta kombo, Punisherinn er hættulegur. Já. Ég myndi ekki vera hissa ef hann væri bannaður næsta leik. Já, Lasagno ætlar að taka Punisher. Og þeir eru að matcha pínu þetta ekki... Þau ætla samt að halda Groot, sem er kannski ekki endilega málið á móti double shield. Einmitt, en líka bara meðanst Groot bara deyja og fljótt á móti þeim. En annað með bossamenn, sérðu hvernig að þeir eru ekki með Rocket. Það er með þessum með Winter Soldier og Punisher. Þetta er stór partur af púslinu. Já, þetta team-up með Rocket team-upinu fyrir Punisherin og Winter Soldierin er með líklegast betri team-upinu. Einmitt, þetta er bara því þetta leifir manni að að geta meltað með shotguninu, meltað með bara prime með assault rifle. Þetta eru svo ótrúlega sterk. Þannig, ok, þeir eru komnir á Rocketin í staðin fyrir Lúnuna. Já. Þannig að þetta eru mjög svipuð lið núna. Einu munurinn er Grootinn á móti Strange. Einmitt. Og
þessi veggir eru ekki að fara að duga lengi samt út af bara Nei. pressurinu hjá Já. Punisher. Hún kom mjög óákveðin. Hann er að leita að vegginum. En sjáum þetta. Nei, bossamenn eiga núna erfitt með held ég bara að íta þeim af þessu high groundi, en þar sem að brúin er þarna ekki og taka niður, þá fara þeir hann niður og þá er samt damage á punktinum stundu inn á milli. Við sjá, hann er ekki að ná neinum með þessu fire rate, Gústi. Þannig hann er Það kemur fyrir. einmitt, en hann setti mikið hann, en það er ekki nóg því miður. Þeir Goggis næla Davis Sanjó. nær engum, en Goggis einmitt, og þarna kemur Kraken impactið, mun hann ná einhverju með því. Hann náði einmitt scrollaranum, náður síðan Rocket, síðan er það bara Magneto þarna, fer á hann og þetta lítur bara vel út hjá þeim. Og þetta var Mjög vel spilað hjá vel honum spilað Dave. hjá honum Davis þar. You owe me one. En þetta er samt mjög löng leið til að fara á mínútu. Já, en við vorum bara að sjá Georg gera þetta með overtime, þannig að Einmitt, en þetta er hægt, þetta en er hægt, en það er erfitt. einmitt, Einn teamfight You need to stop that vehicle. skiptir inside. öllu. einmitt. Only 60 seconds left. Sjáum þetta. Þeir eru samt að pusha hans áfram, reyna að taka þetta space. Nær engum með hookinum sínum. En eru þeir að fara að þeir eru bara að halda áfram, Þeir pusha. eru bara að drita niður á bossamenn. Magneto fellur, Judge Jury Execution kemur út. Þá er það bara einmitt. Abavinnin notar sitt út til að countera Judgment. Lasagna er komin núna á shotgunnið, ætlar hann að taka út Magneto Engine, meni ég. Ok, þá eru bara tveir þarna eftir. Já. Og þetta er Og þetta, Still a chance to stop them. þeir ná pointunum líklegast En og eru komin í overtime. ef þið tapa núna einum fight, bara Það er clean búið. fight, Já, þá er það er þetta búið. En Georg og félagar eru með 5 ult, en bossamenn eru samt með 4. Já. Svo Georg og félagar eru örlítið betri stöðu. En málið er, Georg og félagar, þeir eru ekki með eitt supportur á móti neini hjá bossamennum, en þarna kemur út við sjantíð hjá bara Goggis fucking Nær tekur 3. það út. Þeir rífa þá upp, tekur út seinast af þeim og þeir eru bara, eins og þetta er það sem ég sagði. Það var eitt clean fight, Já. þeir fara. Þeir mistu bara Dr. Strange, 6, 2, en Punisherinn og Winter Soldierinn tók þetta bara. Einmitt, og sjáum hérna, þetta var Ég ætla að skjóta Goggis algjörlega allan daginn. Goggis gerði ótrúlega Hann mikið. átti leikinn, einmitt. eins og ég sagði, grísleiksins. Þetta er þetta var einmitt hörkuspennandi. Þetta var, Ég held þetta var eiginlega bara þegar ég sá fyrsta rándið, ég bara, wow. ég verða, Bossamenn eru sterkir hérna, en en Georg og félagar, félagar, hvað þessi þeir gerðu komu með, sko. Goggis með 53 eliminations. 31 final hit líka, pælum í því. Já, það er Hann er að finish it off og bara alveg, Þetta eru rétt. mjög svipaða tölur, en Georg og félagar eru með örlítið betri. Eru bara, já, og fá bara alveg, já, ég er bara orðlaus yfir þessu, einmitt, yfir þessu, hérna, Punisher gameplay og gott. þetta var einmitt, já, bara Punisher adoptionið, bara Þetta bara algjörlega gerði leikinn, sko. manni hvað þetta, ég held að þetta er bullet time eða eitthvað, þetta team-up, að adapta í það, gerði risastórt mál fyrir bara Georg og félaga. Þeir spiluðu svo vel í kringu það, já, maður missir support-últið frá því að vera með Rocket, og maður er bara með damage jumpið, en það gerir, en þetta sem þið meikuð upp fyrir það, var bara ótrúlega mikill skaði. Og það er bara það sem að þeir voru með, og nýttu sér það ótrúlega vel. Þetta er bara, vá, mér finnst mjög gaman að sjá svona. Einmitt, þetta var Þetta, hörkuspennandi. já, ég kann að meta alltaf svona, þú veist, þú heldur kannski að eitt liðið sé að standa sér betur og svo allt í einu velur einhver ákveðin hetju og svo bara svona bara Einmitt. gerist, bara hlutinni gerast, hitt liðið á ekki séns. Þetta var
maður bara átti ekki vona á þessu, maður sá bara þeir gerðu þessa breytingu og sjáum bara hversu mikil ein breyting, eða bara breyting að breyta bara aðeins liðinu getur gert. Einmitt. Þetta er magnað. Bæði liðin stóðu sig samt rosalega vel en bara Goggis hann tók þetta bara að sér. Hann tók þetta í hendurnar. Já, og það bara heppnaðist rosalega. Stundum það maður ekki verið ofrýta, stundum það maður bara vera maður með byssu og rétta hugsun. Ok, kannski ekki rétta hugsun í þessu tilfelli, en já, þeir eru, það kemur ekki á óvart, bossamenn eru að fara að banna Punisher. Punisher, það er langlíklegast. Það kemur ekki á óvart. Ég vil þótt að þeir myndu banna Rocketinn, hann væri samt að gera svo mikið. Því, já, Rocket gerir mikið í þessu D-mappi, en Punisherinn, þú banna Punisherinn, það er það sem þeir gerur örgulega. Rocketinn gerir meira fyrir Punisherinn, en þú ætlar að spila Rocket, Punisher og Winter Soldier. Winter Soldierin var... Hvern tekur þá út úr sammenningunum? Þú tekur Punisherinn. Maður tekur Punisherinn í þessu. Hann Goggis gerði svo mikið. Já. Hann var eiginlega bara... Þú veist, þótt að þú sért bara með Punisher og Winter Soldier, Goggis gerði fullt af hlutum án þess að vera með Rocketinn með sér. Eða með Bullet Time-ið. Hvað sem það heitir? Köllum þetta bara Bullet Time. Það er cool nafn. Já, það er cool nafn. Pælum við í seinna ef það er eitthvað annað. Þetta er okkar á milli Bullet Time. Það þarf ekkert endilega Bullet Time-ið til að gera gott. Sko. En liðinu eru ready og við skulum sjá hvað... Ég er forvöldin að sjá hvernig að þeim munu adapta við þetta mitt. Já, fyrir mitt besta liti eru þá bossamenn að fara að taka út Punisherinn. En það er bara spurning, hvað ætla Georg og félagar að banna á móti? Það er, ég vil vita, því ég man ekki nákvæmlega hvað er bönnuðu áðan. Georg, langar til að segja að vera Spider-Man? Nei, það bossamenn bönnuðu Spider-Man. En sjáum hérna. Georg og félagar fá að velja fyrst. Og sjáum hvað þeir ætla að velja. Það kemur ekki óvart Punisherinn. Já, nei, það er hérna... Þetta eru bossamenn sem eru að banna fyrst. Já. Hvað sagði ég? Ég heldur að segja Georg og félagar. Fyrirgefið. Já, það sér ekki nöfnin þarna. Maður gerir þessi mistök. En þeir banna Dr. Strange. Strange var samt mjög góður. Hann var mjög góður. Vil að játa því. Þannig að... Hvað ætla þau banna Wolverine? Ef ég væri í... Sem er reyndar... Ef ég væri í... Þau passa upp á Spider-Man, Georg og félagar. Ef ég hefði sjálfur verið í Georg og félagar, þá hefði ég passað hann Punisher. Persónulega. En við sáum ekki hann á Spider-Man að, þannig það gæti mitt verið bara algjörð þvaður hjá mér. Banna Venom. Passa upp á Helu. Og líka bönnuðu Venom, því þeir garduðu Spider-Man, þannig að passa upp á að hann fá ekki one-shot komboið. Og banna síðan Penny. Sérkennilegt. Penny er nefnilega... Það er margir sem óttast Penny, sko, góðan Penny-player. Já. En já. Sjáum þetta. Þannig að. Og við sjáum núna, Vreyr og Primal eru að höfra Hulk og Thing. Mér finnst að þeir ætti að fá einhvers konar tíma. Það er deila tíma með Wolverine, en það er aldrei ekki það svo að tala um. Mér finnst það, það eru svona, þeir svona stórir karakterar, skilur, svona, ætti að vera eitthvað svona... Þú segir það og ég var að skoða þetta achievementin daginn fyrir The Thing og eitt af þeim er að defeata Hulk. Þannig að því að er alveg mikil saga á milli þess að tvekja... Já, hvort það sé einhvers konar, þú veist, svona, ef þeir, ég veit ekki, ef þeir eru nálægt hvorum öðrum að gera þá einhver svona Sonic Burst, eitthvað með höndunum eða eitthvað svona þannig, þú veist, maður myndi geta ímyndað sér að það væri hlutur, sko. Þessi team-ups eru seasonal bonuses, þannig að þau geta breyst á milli seasona, maður þarf að muna það. Já. Þannig mitt. En nú er Goggis á Spider-Man. Á þessu mappi í þokkabót
svo Þetta mér er- sýnist hann, já, ég veit, Hann er ég veit á- hvað hann er að gera. Hann er að taka það Hann niður. er að gera ljótt. Vel falinn, Tekur Magneto auðvitað. og bara Það- tekur einn fljótt út. Ég hata þetta, bara svona við skulum hafa það á hreinu. Mér finnst þetta svo að lenda á móti þessu. Ég hata það. Já, en nú sjáum við það. Þeir með Namor, hann er núna aftur opinn og það er ótrúlega mikið á milli á móti með Spider-Man því að maður þarf að muna þetta að Squidarnir eru autolog. Já, Sjáum þetta. Og Hulk er þarna uppi að bíða. Þeir eru bara upp á veggnum báðir. eru eitthvað að vera lúmskir. Þeir eru að bíða eftir óvinnunum. Sjá hvernig þið sjáu eitthvað. Ég vissi ekki að Hulk gæti verið á veggnum svona lengi. Nei, þú getur einmitt bara á leiðu þú ert að charge hoppið þá getur þú bara verið að endalaust. Ok, nei, ég held að hann myndi bara vera þarna í einhvern smá tíma, sko. Þannig. Kokkis er að reyna að ná einhverjum púlum. Og hann Nei. nær Pugly. Þetta er, Þetta er ljótt, sko. En þetta virkar. já, Abba vilja næst Þarna brólarunum og Gogga. og mér sýnist að bossamenn eru að taka them út og fara að taka punktinn. Georgafélag ná yfir 50%. Og þeir náu með Draxion á endanum. Það var alveg erfitt á þann tíma en þeir náði. Náðu auka 5% með þessu stóli. Einmitt. Og hver prósenta skiptir máli. Sjáum þetta. Hvar eru Georgafélag? Þeir eru á efri hæðinni. Þeir bara á hliðinu. Þeir eru að sjá hvort þeir geta verið á einhverju flanki. Og að þín þó. Georg að reyna að koma sér fyrir. Sjáum. Nær 2 með últinu sínu. Hann Goggis. Hann er að hreinsa það upp á Spider-Man. Þetta er það sem Spider-Man getur gert í höndum góðspilara. Og bara þegar óvinnurinn getur ekki gert neitt á móti. Þetta ætti samt að vera eitthvað sem að Lasagno ætti að geta gert eitthvað meira í. Það er bara forðast það nógu vel, held ég. Já, bara finna Spider-Manin fljótt, taka niður og alltaf að hafa auga með hann. Einmitt. Georg félagar hafa Já, 4 ult og bossamenn líka, nei 5 ult. Goggis er að leita að púli, held ég. Fer frekar, hann er grútaður, kemur svolítið út Invisible Wound ultið til að bara passa þá frá þessu grútulti. Draxion fellur af mappinu. Það er leiðilegt. Náði líklegast ekki beigjun almennilega. Já, það var, ég get trúið að það sé bara einmitt út af því að þeir breyttu tímasetningunni á dashinu. Já. Hversu lengi hún stoppar hún Krogan Dagger. Þú veist, náttúrulega, patsin kom út í gær, að margir ennþá að læra á breytingarnar. Einmitt, en nú er Þeir nær að því nóg. Lasagno er með skutin uppi, er hann að fara að ná Goggis. Abba vilja nær. Þeir ná hann allavega. Þeir vissi að tekur reaksjón. Fullt af veggjum hjá Pugly. Sjáum hérna, Primal Complex á The Thing. Hann er með clobbering time, er hann að fara að nota það? Mér sýnist ekki. Nei, hann var allt of lár. Hann var betra að Einmitt. nota þegar hann meira helst. Býð eftir einmitt, þetta gætur einmitt gott initiation með einhverju eins og Spider-Man ultinu. Sem er að koma eftir 15%. Sjáum það. Þannig að bossamenn eru núna með punktin í 50% næstum því. Og við sjáum hvernig að Pugly er búinn að setja mitt vegginu upp í þessa, bara í kringum Já. hurðina. Þetta er Ég er að reyna að gera eitthvað svona gildru. eitthvað sem ég sé. Því ég bara, ef þeir fara inn, þá taka þeir bara damage, meira damage. Og þarna kemur við grútið frá Pugly. Akkurat spilaði eins og hann vildi, en náði kannski ekki... En það er clobbering time og Spider-Man tekur út fyrir á. Þetta er það sem ég sagði! Þetta var Hann tekur það svakalegt. út. Þetta tekur 4, Þetta er lúmst kombo. en hann er mjög lár. 2 AP, en hann er bjargaður af Invisible Womanum hjá skrólarnum. En Davis út nær honum.
Og Davisudor Davisudor er með fer í- últið sitt en hann getur ekki kontesta Er punktusina. ekki að kontesta. Hann tók samt út skrólaran og Athino. Og það þýðir bara, og það sem að Georgi félagur er komin í 3 supporta, þá eru þið bara með 1 eftir. Davisudor fellur gegn Goggis og þarna kemur einmitt Luna og Invisible Woman ulti hjá bossamönnum. Eru þeir að fara að geta unnið þetta? Kemur Raxion. Freyr er með Hulk út. Scrollerinn notar Invisible Woman ulti sitt. Ætlar hann að fara að nota það. Þetta er hörku spennandi. Þetta eru Athino er low og hann er á honum, hann John Brightor. Freyr notar einmitt Hulk smash og bara fer í bara mega mikið HP og með knockback tekur út Lasanjo, ítir þeim bara af punktinum og bara býr til rugg mikið af space og þeir taka punktin, Georg og félagar. Vel spilað. Bara, þetta var mjög langur fight í þessum 99%. En bossamenn, þú veist, náðu náttúrulega 81% og gátu gert meira en bara Georg og félagar vorum bara svona nei. Með nógu mikið af últum því þeir breyttu einmitt yfir í triple support. Athino skipti yfir í Mantis og þeir eru núna með 3 svona Já. unkillable ultimate. Náttúrulega Mantis er með þetta temporary damage boost Einmitt sem gerir hlutina rosalega. En Raxion er hins vegar komin yfir á Punisher og einmitt. Og Athino núna yfir á Rocket, þannig þeir eru, ég tek það tilbaka, þeir eru núna bara með 1 þá svona, support ulti sem að healar. Goggis ætlar hins vegar að halda Spider-Manninum. Einmitt, hann var að gera vinnu. Goggis er bara mjög góður leikmaður. Einmitt, þetta er það sem maður færa mitt þegar maður sér nýja leikmenn. Maður hefur ekki hugmynd en er skemmtilegt að sjá mitt þegar maður sér góða nýja spilara. Og sjá hann er að bíða hérna í bak, leita að flankinu. Og sjá hérna. Er tilbúin að fara inn. Og sjá hérna, Primal allar að charge in, fer á lúnuna, en er samt frísaður. Amorinn nær að setja upp skjöld. Hann nær að fara inn, taka Apavilega í lágt held en það fyrir ekki ná. En Raxion tegur úr John Brightor. Sjá hérna. Og ætla núna bara að skjóta það niður. Og Georg og félagar ætla að taka, nei, þeir ætla ekki að taka punktið því að bossamenn var að fara á punktin í staðinn. En Primal fer bara á punktin þá og ætla bara að buffa þá upp, ég myndi segja það. Mjög vel spilað. En hann, einmitt, Lasanjo tekur úr Goggis þarna með squidinum. Þetta er það sem maður var að tala um. Þetta er það sem hann er með Luna í lið, þá er hann með þetta þriðja slow squid. Þú vilt koma Spider-Manum í bara svona gildur. Þú veist, láttu hann koma til því, láttu hann spila þinn leik. Einmitt. En með að við Goggis hann er að spila svo mikið sinn að þau eiga svona erfitt með að tækla það. Hann fer bara inn, hann er eiginlega bara svona spilur þetta svona assassin ekkert. Þá kemur út Luna-ultið, stoppar eiginlega frá því að þeir geta gert eitthvað. En þannig kemur út Spider-Man-ultið eftir að það er komið út og hann bara tekur út 2, síðan þriðja með Freyr og Primal. Og þeir bara halda punktinum örugt hérna. Þetta er mjög stór hættuleg tíma-up hjá Georg og félögum. Nei, þetta er stór hættulegt. Ég veit, þetta var... Þú veist, ég veit ekki hvað bossamenn eiga í raun og veru að gera á móti þessu. Þau þurfa að finna eitthvað bara algjörlega leið til að stoppa Georg og félaga. En þeir hafa samt 5 ult. Einmitt, og Georg er bara með 4 en þeir eru með manni niður í núna. En nei, Resurrect Beaconið næri samt að taka upp Raxion, en hann Athino fer niður í staðinn. Við sjáum hérna, bossamenn eru með meiri stjórn á punktinum núna, en ultið hjá Georg og félagum er núna bara að kóta punktin þá í bara
healið þannig að þeir geta ekki gert neitt og Lasagno tekur út skrólaran þannig að tekur Goggis. bossum er núna bara komið með stjórnina en hversu lengi geta þeir halda stjórninu því ef þeir tapa fight og tapa punktunum þá er það eiginlega bara næstum því garantít sigur fyrir Georg félaga. Það væri allavega erfitt. Þetta er bara 1 teamfight. Þetta Ef Georg og félaga vinna þann teamfight þá er bara... Við sáum hvernig Lasagno var að reyna að contesta með Spider-Man flaggið. Kemur það út, þeir eru allir low, Primal fellur. Apavili. Sjáum þetta. Þeir kemur svo út, Hulk smash hjá Freyr. Sjáum þetta, Davis fer á... Já, Primal komur fer á Davis. Hann er að taka alla niður. Og bara, þetta eru stórir menn að lemja hluti. Það er það sem þeir gera best. Mitt. Halfway point. Control C's. Þetta er það sem ég sagði mitt. Ef Georg og félagar... Einhver á bossamönnum á pointinum. Já. En nær Goggins að leppa. Enginn er lengur á punktinum hjá bossamönnum. Geta þeir farið inn. Hann rakk síðan bara últar til að koma í vekk fyrir það og þeir taka second mappið. Þeir Georg og félagar. 2-0 fyrir Georg og félögum. Mitt. Þeir ætla greinilega ekki að leyfa bossamönnum að fá hann sigur. Primal Complex fær grísleiksins. Með þessu nýja einmitt Noir skinni, Trenchcoat. Það er eitthvað geggja flott skinn. Þetta er ótrúlega flott skinn. Mér finnst bara skinnin almennt í þessu leik Mjög hágæð einmitt. bara mjög flott. Ég Bara, veit, þú veist, og bara mjög vel, bara Þeir- overall útlitið á leiknum. Já, þetta er Finnst mér að vera bara svona, það er gott að horfa á þetta. einmitt. Þetta er bara, leikurinn er flottur að mínum mati. Já. Hann er það. En við sjáum hérna, statana. Með Primal Complex, Mjög- 13 final hit. Já, á þú meðan veist, Goggins- ég er að taka eftir þessu þema. Það er allt mjög svipaða tölur. Þú veist, það er allir að deyja svipað og allir að drepa svipað og allt það, en bara svona eins og við tölum áðan, það er þetta point presence. Einmitt. Og Georg og félagar eru með sú yfirhönd En síðan að sem vera að- með þetta point presence. en Allan þú talar um að deyja einmitt lítið. Það var að segja, við horfum á Freyr. Hann dó bara 3 og það er svo mikilvægt að mitt á bara tank yfir höfuð að ekki deyja því Já. ef þú deyr þá er mikið einfaldara að pusha ykkur út. Já. Það er það sem þú ert að gera. Þú ferð inn, þú tekur þetta, þú rífheldur í þetta en þú munt ekki láta það fara þangað til þú deyrð. Eða ef þú þarft að gefa þetta, reyndu að koma þér út án þess að deyja svo þú sért ekki svo lengi niðri að ekki lifa. Einmitt. Þá er síðan spurning, náttúrulega möppin eru random Ein. og allt það og þú veist, ég væri mjög gjarnan til ég að fá nýja mappið, Central Park. Það er mjög flott. Ég finnst það vera Ég er gullfallegt. ótrúlega flott. Eitt sem ég vil ekki út af það er third attacker spawnið þar sem að maður þarf að fara inn í portalinn og maður þarf að interakta við þau. Já, Við vorum ekki aðdöndur á því þegar við vorum að spila því saman. já, Við vera, já, mér fannst það svolítið skrítið. Ég var í mitt bara hana, þú veist, var á third point og ég dó og svo ég bara býtu. Það er 2 portals. þetta Það sló mig út pínu. bara, hvað á ég að gera? Er það þetta portal eða er þetta portal? Já, bara, hvað, er eitthvað portal fyrir aftan mig? Nei, það er ekkert, stóðan í svona... Og síðan er Blade bara þarna í miðjunni einhvers Já, staðar. ég var þarna í stágóðan tíma og ég bara, bara, hvað? Ég skil ekki. En Og svo bara lappa upp að einu og ég bara svona, ok, ég er á réttum stað. ég þetta síðan bara interakt. Já, og svo næst þegar ég dó, fór ég ekki hitt portalið og ég bara, Þetta er ok, bara, það greinlega breytir engum. ja, breytir hvor megin þú ert þarna, hægra megin eða vinstra megin, hvort þú verður inn í hægra portalið eða vinstra portalið. Það er lúmsmikill mun lengd á milli þarna, það sem Já. þú ferð, en það breytir ekki miklu nefnum þú sért hann í early partinum af mappinu, þannig á third puntinum.
En? Ég tók þá bara ekkert, það var ekkert að pæla í því. Jæja. En, þá pælum maður þá, ef við fáum það map, Já. þá getum við talað ítar það. Já, ég vanlega lenda alltaf á defense í því og ég byrja að vera svo þreyttur af því. Ég hef bara lent í attack á því. Já, ég held að ég hef lent hvað 2 sinnum á attack, restin defense og ég er bara svona, Okay. mér langar að gera sitt, þú veist, svona koma pilotinu á stað og allt það, Einmitt. eða ratatösk af stað, Einmitt. sagt. Rataköst. Og, Ég veit, úr norrænni góðafræði mitt. Fyrir upp og niður einmitt Yggdrasil tréð. En einmitt, já, þá er bara samt að vita núna með hvort að liðin séu reiðubúin fyrir næsta. Maður já, heyrir eitthvað. maður heyrir alltaf Já, eitthvað maður heyrir alltaf í menjúinum eitthvað vera að fara en Já, síðan veit maður ekki neitt. það er ennþá verið að reytið, það er greinilega eitthvað svona, liðin er ekki alveg Pása. tilbúin. En já, ég kann að meta rosa mikið Bara hversu- þegar leikir eins og sérstaklega leikir eins og, þú veist, hero shooter, hvað er verið að setja svo mikið af svona hinum á þessum fræðum, eins og náttúrulega þú skoða fræðinu þetta inn í þetta, Marvel náttúrulega. Það sem Marvel hefur alltaf lengi verið með einmitt. með norræna góða fræðinu. Norrænu góðafræði. Nei, heyrðu nú! Heyrðu! Og þannig er einmitt rataköstur. Náði ég kannski að sannfæra, þetta ég náttúrulega sé ekkert in-game chatið sko, náði ég kannski að sannfæra. Við erum að sjá hvort við sjáum eitthvað í, Já, hvort þið hafi, staðfest náði ég að bata fólk í Central Park. ég held að það hafi bara verið tilviljun, en ég veit, já. Draumannir gerast enn. Við náðum að manifesta þetta. Já, náttúrulega nýtt map, það verður að sína það. Það er skemmtilegt, þeir banna Spiderman, þeir, Auðvitað, einmitt. Þeir sáu það og þeir vilja forðast það núna. jöp. Sjá, hvað eru þið þá? Hela. Helan Davis var er góð góð. þjá Davisador. Já, Já. hún var rosalega góð, passa upp á það. En hvað ætla þeir að passa? Það er pælingin. Örugglega passa það sem, hafði ekki passað þarna... Grútin, einmitt. Nei, pössuðu ekki Grút seinast. Já, það pössuði Grút held ég fyrsta. Já, en hver var rættu seinast? Ég held að það hafi verið Luna eða eitthvað. Gæti verið, ég er Ég ekki man það ekki. svo mikið af. Short-time memoryði er greinilega alveg að Já. fara með mig. En hvað ætla að posa með þetta? Þeir, þetta er góð hugmynd þegar þeir defenda Já. Grútin, myndi ég segja. Já. Og ég skaman að horfa á Wolverine spila. Og Ég er banna Rocket. persónulega stór aðdóndi að spila Wolverine. Þetta er mjög cool karakter með design-wise. Ég hata að spila mótunum. Ég er að vera Já, ótrúlega hreinskileg um það. Ég held að það sé með þannig með flesta sko. Og þeir banna Bucky. Að þú veist, þið finnst gaman að spila einhver karakter eða vera með einhver karakter. En þú hatar að vera á móti. Já. Því maður heldur um sig að drepa hann, þá er hann allt í einu bara komið með 300 skjöld. Já. Þá bara, hver þremillin? Og bara percent damage hans. Ég spila mikið tanki í þessum leik núna og þá tek maður virkilega eftir bara hversu hættulegt það er. Já, ég vanlega alltaf þegar ég fyrir komp. Þegar ég spila vanlega aðalega bara tank. Wolverine out. Einmitt. Ekkert bull. En, þá erum við hérna. Bossamenn ætla að byrja á allugunni og er að nota Penny, Groot, Wolverine, Namor, Luna og Cloak and Dagger, en They'll be coming in 30 seconds. já, við erum Við erum bara komin eitthvað undir mappið. já, en skemmtilegt, ég vissi ekki að það væri í boði en, Einmitt. en þetta er örugglega, já, svona hlutinni sem við sáum örugglega líklega svona eftir að búin að eyðileggja eitthvað smikið og það poppar þá upp. Einmitt. En Eitthvað svona- hérna erum við með rataköst uppi Já, og þetta verður payloadin. þetta það er- verður pilotin, mér finnst það mjög skemmtilegt sko. En eitt sem við sjáum ekki en langar til að minnast á en Defender, eða Attacker spáni fyrsta. Þetta er heimilið í Squirrel Girls. Já, ég einmitt Og mér er þess að með Squirrel Girl Copter eða eitthvað. Já. Þetta er, Hún býr nefnilega í Central Park sko. hvar annar staðar býr maður ef maður er ríkvörnaði kona? Einmitt, Eða þú ert í Nýju Jórvík þar að segja. já. Hvað ætla bossamenn að gera? Þeir þurfa náttúrulega að Ég, búi svo algjörlega við eða þetta halda sig ennþá inn í leiknum. en ég er um að pæla hvort það sé líka bara hvort að bara lítil þekking á mappinu gæti komið inn. Já, Því
Við stöluðum þetta er mjög nýlegt mapp, kom bara út í gær. Já. Sjáum að Pugli er komin hérna upp á, en fer síðan aftur niður. Það er þetta er nefnilega rosalega erfiður staður til að komast í gegn. Þetta er svo þröngt. Annarkvort kemstu beint í gegn eða þú ert ekkert að fara í gegn. Þessi punktur er mjög defender favored, en það eru fleiri staðir til að komast í gegn. En það fer náttúrulega eins og þú sagðir hver þekkingin á mappinu. Og þarna er Davisitor á Wolverinum bara að fara í gegnum bara liðið, en hann er bara ekki að ná að hitta tankana nógu vel. Goggis nær út Lasagno. Tekur út Freyr, en hann bara shieldar. Þetta er... Og ég sé að Georgafélagar eru á triple support. Þess að Luna, Invis og... Kom út last stand frá Davisitor en gerði ekkert. Pugli nær Raxion, Freyr nær Abavilla. Goggis tekur skóabjörn. Hub kemur með grútið, en það hitti bara Invis Woman. En það kom út einmitt á móti, þannig að það er ekki að fara að geta verið notað einmitt Invisible svæði hennar. En Georgafélagar eru ennþá með eitt support ult og þeir eru að detta inn í annað. Raxion og Athena, þar að segja. Bossamenn eru eiginlega bara með... Pugli svolítið notaði ultið sitt á. Já, það var... Það voru mistök, finnst mér, að hann hafi notað ultið sitt þarna út af því hann bara dó. En aftur á móti, ég myndi segja mitt að hvernig að scrollerinn nota ultið á móti væri líka pínu mistök. Þannig að... Pínu á móti, en sjáum við þetta. Kemur út ult hjá Lasagno og hjá Athena. Athena náttúrulega notar gerir gott svæði. Ultaði líka, kemur bara fullt af Luna ultum. Þetta er danspartíi núna. Og það heldur áfram bara. Hjá Abavilla, hann kemur, en hann nær honum hann Freyr með Magneto ultinu. Það eru veggir út allt og eru svo mikið að þrengja svæðið. Þetta gerir það eiginlega bara hættulegt fyrir John Byrtor ætlaði að nota ultið sitt. Magneto ultið bara dó með það. Mínúta eftir tímanum. Þetta lítur ekki vel út fyrir bossamenni, ætla að reynskilni. Þeir eru með... Þeir eru samt með last stand. Og þeir eru nú komnir á Mantis á móti. Davis er farin yfir á Punisher. Þetta er... Já, kannski er það ekki sniðugt. Þá þarf hann náttúrulega að vinna... Nei, hann ætlar að taka Hawkeye. Ég konar Hawkeye? Já, út af því hann þarf náttúrulega að vinna svo mikið upp. Útstjæðast. Ég veit að Hawkeye var buffar, en ég glimti að skoða nákvæmlega hvernig. En hann getur ekki one-shotað með primaryinu sinni, þannig að það er sem... Já, sjáum við þetta. Groot, primal nær Abavilla. Við sjáum hvernig þeir eru eiginlega bara að vera hreinsaðir upp af Georg og félögum. Og það er bara scrollerinn. Og þetta er bara eftir. Georg og félögum vil. Já, ná að fullholda þetta. Já. Það gerir það mjög erfitt fyrir bossamenn. Þetta er ekki, þetta er bara, þetta er unlosable fyrir Georg félag. Þeir geta bara tæjað eða unnið. Gæti verið einhvers konar bugun komin í bossamenn. Einmitt, þetta er... Það gerist oft eftir maður er búinn að tapa 2 leiki í röð. Einmitt. Það verður eitthvað bugun. Ég get alveg trúið því að sé alveg tiltingi við það að lenda múti Spider-Maninu hjá Goggis í seinasta leik. Einmitt. Það var grófur, bara... Gátu líka bara mjög, bara einhvern veginn geta bossamenn gert mjög lítið á móti Goggis eins og hann er að spila Namor. Namorinn er, hann er að fela sig. Hann er óssvo hægrandi fyrir ofan punktin, en... það er svo erfitt að komast að hann. Hér sjáum við þetta húsið mitt. Og einhvað dót hérna neðan jarðar. Já. Þetta er alveg bara eitthvað sett saman. Já, þetta, mér finnst þarna, en ég líka, hvernig ætli þessi kastali hafi komið? Þetta hefur eitthvað að gera með Dracula. Ég er ekki að lesa lórið nógu vel. Nei, það er náttúrulega þetta Dracula lór sem er í gangi og Dracula er restin í New York og... Já, en hvernig ætli hann hafi komið með kastalan? Með sér eitthvað svona galdra eða bara svona, já... Já, við fengum þetta á árunum að þetta var tilvíðin að við fengum mappið. Já,
Já, Það er góð, það er góðu fílingur. Ég kann að með við sjáum, bossamenn eru með að sjáum að þeir eru með Penny og þeir eru bara að lappa núna inn þeir í Georgafélagin. Lasagno er bara á Punisher turretinu að skjóta það niður úr fjarlægð. En það er að renna út ammo, þannig að mun þurfa að fara aftur í venjulegu byssuna sína. Georgafélagar eru bara afar rólegir. Reyr bara absorbar mænin, en Davison náði að ræna bara Primal. Já. Náttúrulega bossamennir eru komnir í svo rosa mikið defense heavy komp. Einmitt, Groot, Penny og bara... Og veist, leið og einhver kemst framhjá, þá eru þau með Wolverine tilbúinn. Hann er tilbúinn, sérst bara að hann sé tilbúinn. Hann er reiðbúinn að ræna bara tankurinn. Já, bara hoppa fyrir aftan. Og það er eiginlega það sem gerir hann svo hættulega, en ekki bæði það hans hefum með þetta percentage damage á tank en líka bara hvernig hann getur tekið þá bara í disadvantageous spot. Það er það hættulegasta, myndi ég segja. Þú veist, Georgafélagar þurfa bara eitt teamfight. Einmitt. Þú veist, eitt teamfight. Þeir eru bara að byggja upp þessi ult charge. Þeir eru með og ef að þeir náum með að cycla þessum support-ultum, þá eru þeir ekki að fara að deyja á móti neinu hjá bossamennum. John Byrtor er að nota í Sweeper Mines og náttúrulega Lasagno og Groot og Pugly eru með ultið sín tilbúinn og eru að fara að detta í Cloak and Dagger út, meðan Georgafélagar eru með 3 tilbúinn. Brown í raun og veru fullt hús. Nei, við sjáum hérna. Goggis er bara að spamma inn meginn, kemur út Grootið hjá Pugly, en það er bara veggja, þannig að það er ekki hægt að vera með eitt follow-up. En núna þegar þetta er komið út, þá kemur út með Lasagno er bara að skjóta þá niður. Scrollarinn nær Lasagno hins vegar. Og við sáum að Reyr reyndi með þetta og þarna kemur Wolverine með að stela honum bara. Yep. Og við sérðu bara hversu fljótt hann er meltaður. Yep. Bara leið og hann er tekin í þetta bara bad spot. Það bara ekkert. Einmitt. En Georgafélag hafa bara undir 1,5 mínútu eftir. Núna er komin tími að fara að gera eitthvað. Þetta er... Þú veist, eða hvort þessi að fara að bíða þannig að þetta komið sér byrjustöðu og bara íta. Sérna, kemur co-op time hjá Athino. Scrollarinn og Goggis taka út báða tankana og þá er bara Lasagno eftir. Já. Og Apavili. Last stand frá Davison, Knight 2. Þetta er að verða líta betur út hjá bossamennum, en þeir eru ennþá ekki með neðan tank, sýnist mér. En þeir halda bara að híla. En John Byrtor er að koma með sweeperinn. Og þetta er bara mjög ekki bara, þetta er sýnir bara framhaldi bara hversu erfitt það er að taka hennan punkt. Já, það er rosalega erfitt. Goggis er núna komin úr Hawkeye-in. Og gæti líka verið, það er lítil þekking á mappinu. Það eru fleiri staðis til að fara inn á point. Það er ekki bara þetta. Já, einmitt, það er alveg rétt höfð. Þetta er mest líklega einmitt bara einmitt. Sjáum við það Reyr einmitt, hann er að fara annað. Og hann bara executar. Tekur bara lúna. Skóðabjörn. Kemur Lasagno kemur með judgment. Hann fellur samt á móti Antino. Primal Complex tegur það afhverjulega. Það er mjög lítið að mönnum eftir í bossamönnum. Wolverine, mjög lár. Og það er, kemur út ultið hjá Pugly. Einn eftir, getur hann staðið gegn öllum? Nei. Hver er eftir? Það er bara Skóðabjörn. Hann er mjög low. Og Lasagno kemur með portalið, kemur út, síðan Grootið á móti. Mjög vel. Bara mjög vel timed hérna Groot út. Já, bara mjög vel gert. Og eru samt bossamenn, var þetta portal nógu mikið? Bara hjá báðum liðum voru portalsennit. Og þeir reynsa þá upp og Georgafélagar ná punktinn og ná að vinna leikinn. Mjög vel spilað hjá Georgafélagum, reyndar bara mjög vel spilað hjá báðum liðum, en Georgafélagar bara áttu betur í kvöld. Einmitt, þetta var... Og Primal Complex, það er grís leiksins.
Þetta var Á grút. á grút með lordækunum er þess að horfið svo skemmtilega á mann Já. í því, elska það Já, en við sjáum hérna til dæmis tölunar eru ekki eins mjög svipaðar núna. Þetta var Já, bossamenn eru með megni af, það er einn með tekjastafatölur. Þetta er Þetta er erfitt. en það er líka þeir voru svo lengi á defense, Já. nei, þeir voru á attack, meni ég. Þar er ótrúlega, þú færði ekki pointin nema þú drepur þá, þannig að það útskýrir eiginlega af hverju þeir gátu haldið honum svona, er ekki með það mikið að kills, meðan Já, þeir voru á defense þá, en þá er það bara, það eru þá leikirnir í dag. það er þá leikinir í dag. Þetta, ég verð að segja, þetta voru bara góð leikir. Öll 4 liðin stóðu sig rosalega vel. Mitt persónulega highlight er overtime roundið. Overtime roundið hjá Georg Fjölu var það er mitt ótrúlega skemmtilegt að horfa á. persónulega, þú veist, maður ánáttúrulega að vera biased þessi mál, en svona lítandi tilbaka, þá verð ég að segja að, já, svona, það er mitt uppáhaldsmoment í kvöld. Ég held einmitt að þeir fengu svo mikið bara momentum frá Já. því playi, frá því rándi, að það bara karja þá í gegnum. Þú Já, sérði eiginlega bara hvernig að það bara hélt þeim áfram gangandi. Þeir voru leið og það rándi var búið, þá hélt þetta áfram. Þetta var bara, það hætti aldrei eiginlega. nei, þetta moralbúst sem þið fengið. Það er sem ég að segja. Þeir fengu það úr þessu. Þeir moralbústin úr þessu, að bara pældi líka bara að vera í þessari stöðu. Pældi bara peppið sem er þarna í voice chatinu var þá. Einmitt. Það setti pínuði bara gott fyrir það og líka eftir að þetta hafa verið fullkappaðir á mótið þeim. Skilurðu mig? Þetta er ótrúlega mikið. Bara, þeir náðu þessu síðan og síðan náðu þessu aftur. Bókslega næsta round. Einmitt. Þetta var gott, sko. Bara óskaði þá bara Georg Fjölu til hamingju með sigurinn og vonandi bara náttúrulega Og bara góðs gengis í mótinu. já, og bara öllum liðunum, bara góðs gengis og bara reynum að gera þetta eins skemmtilegt og við getum gert og reynum að hafa þetta bara eins skemmtilegt til að horfa á þannig við getum haldið þessu áfram eftir þegar þetta mót er búið og kannski vera stærra og betra. Gera eitthvað bara haldið þessu gangandi. Þetta er Gera þetta almennilega. skemmtilegu leikur við tinga til. Já. Og þetta er skemmtilegt að fylgjast með og tala yfir, hvað finnum fyrir mig að segja. En já, það er skemmtilegt að fylgjast með þessum liðum. Og mér langar til að sjá þau vera betri. Það er aðalmálið með þetta hafa þessi mót. Maður er bara að reyna að byggja upp það sem er hérna. Einmitt. Og náttúrulega allir lýsendur sem vera að þessu, bara svona, það er ennþá nóg að læra. Einmitt. En, var eitthvað meira sem við viljum tala því ég held ekki. Nei, það er bara eina sem bara geta sagt bara takk fyrir takk fyrir okkur. Já, takk fyrir í kvöld. Ég var Elvarno og ég er Guðbergur Giljagur og svo náttúrulega vil ég bara þakka líka sponsunum náttúrulega tölvulistanum, Oat King, Kia, Red Bull, Bónus til að gera þetta mögulegt. Arena, náttúrulega Arena. Við erum hér í Arena-stúdíónu. Það er svona, mér finnst það svo oft, maður gleymir því að Arena sé partur af þessu. Það er náttúrulega maður hérna og svona pælir ekkert í. En já, Arena líka og svo bara náttúrulega mótstjórn. Og liðsmenninni sem eru að taka þátt í þessu. Við værum ekki að horfa á leikin ef þau væri ekki. Tæknir sem með okkur í kvöld. Allir að standa þessu rosalega vel, allt frábært. Og þá bara hendum við í auglýsingar og svo bara loka streamið og alltaf mjög skemmtilegt. Bara takk í kvöld. Takk í kvöld.
Wait, is he switching lanes? I'm walking down the road less traveled. It's harder when the sun is shining, 'cause the light's not fair. I'm talking to my darkest shadows. This love is do or die, but they don't care. I don't know why I do this to myself. It's not right, but I can't love no one else, no one else. But I can't love no one else, no one else. But I can't love no one else, but I can't love no one else. I'm walking down the road less traveled. It's harder when the sun is shining, 'cause the light's not fair. I'm talking to my darkest shadows. This love is due